Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagsmorgnu mitt sumar. Við vorum búin að boða það, hérna er svona sumarútgáfa af Rauðaborðinu en þetta er eiginlega bara mjög venjuleg útgáfa. Ég sitt hérna einn að sinni en Björn Thorlacius kemur hérna í lok þáttarins og tekur eitt viðtal en ég hef ekki þessa gestastjórnendur sem ég hef haft hingað til. Það verður seinni í vikunni sem þeir koma aftur. En hérna aftast í þættinum ætlar Björn Thorlacius sem að tala við Þórarin Leifsson sem er leiðsögumaður, guide, keyrir landið með túrista og sýnir þeim Ísland og ég held að þeir ætla að fara að ræða eins svona stöðuna á ferðaþjónustunni sem er náttúrulega í deglu og margt skrítið og skemmtilegt sem að gerist þar. Ég held að verði líflegt samtal þeirra á milli. Það var kosið í Frakklandi í gær í seinni umferð þingkosninganna og það voru sögulega kosningar og var mikil sveifla til vinstri öfugt við það sem að hafði verið gert ráð fyrir að yrði áframhaldandi sveifla til hægri. Raunverulega fékk þjóðfylkingin sem að hafði unnið glæsilegan kosningasigur í Evrópukosningunum og svo aftur í fyrri umferð þingkosningarnar fekku bara mjög laka útkomu og voru þriðji stærsti flokkurinn á þingi eða fylkingin á þingi. Ég ætla að ræða þetta við tvo Frakka hér á eftir í svona, sem við getum kallað sumarspjall, Cyril Marquis og Dominique Pledel-Jónsson koma hérna og ræða þetta og hvað er í gangi í Frakklandi, hvað átök það er í stjórnmálunum, en ég ætla að fá líka fleiri að borðinu og hún kemur hérna Nicole Lee Mosti sem er bandaríkjamaður, bandarískur Íslendingur og Viktoria Snærós Baksína sem er íslenskur rússi eða rússneskur Íslendingur. Hann eru átök í öllum þessum löndum í pólitíkinni, kannski komin mislangt og ég ætla að sjá til hvort að við náum ekki einhverju samtali sem að getur kannski lýst þessum átökum og velti fyrir okkur kannski hvort að þau muni ná hingað til lands, hvort að við getum séð jafnvel fram á að lýðræði hrynji í Frakklandi eða í Bandaríkjunum eða hvort það sé einhver viðspyrna í þessum löndum sem að kemur í veg fyrir það að þau endi kannski á sama stað og Rússland Pútins. Gaza, þjóðarmorð á Gaza heldur áfram og við ætlum aðeins að fjalla það núna en með svolítið öðrum hætti. Þannig að Bjarni Jónsson hefur þýtt dagbók frá Gaza sem að menningarmálráðherra Palestínu skrifaði og þetta er bók sem að Angústúra gefur út og ég veit fólk sem að hefur fengið hana gjöf eða keypt hana en er svona í erfiðleikum með að byrja á henni. Þetta er þjóðarmorðið á Gaza er náttúrulega hryllingur og ég ætla aðeins að ræða við Bjarna Jónsson bókina og þá sögu sem að hún segir. Ég er bara ég er að missa röddina. Geturðu klippt mig inn, þannig ég komið með Bjarna aftur. Ég var að missa þráðina því ég var alltaf að missa röddina mína. Já, endaðu bara á sögu segir. Sögu segir? Já, og ég splæsiði þér sögu segir hvað? Hann Bjarna. Nei, ég ætla að fá bara að byrja aftur á Bjarna. Já, ok. Að fara hérna frá hinum. Þannig ég var sérst að koma út úr bara hlaðborðinu þarna. Já. Þjóðarmorðið á Gaza heldur áfram og við ætlum að fjalla það hér í kvöld. Það kom út bók fyrir stuttu síðan frá Angústúru sem heitir dagbók frá Gaza og er eftir Atef Abu Saif sem er menningarmálaráðherra Palestínu. Hann lokaðist inni á Gaza þegar að innrás Ísraelshers hófst og hann hélt dagbók þar svona fyrstu dagana. Kannski fyrstu rúmi 40 dagana, ég man ekki alveg hvað voru margir, eitthvað svoleiðis, en hún endar einhvern tímann fyrir áramót. Þessi bók kom út á sama tíma út víða veröld og meðal annars á Íslandi og Bjarni Jónsson þýddi hana og ég ætla að fá hann hérna til þess að segja mér aðeins frá bókinni og kannski ástandinu á Gaza og þessu sjónarhorni sem við fáum á það ástand frá sjónarhóli þessa eina manns sem að segir sína reynslu í gegnum dagbókarskrif. En áður en að við förum til Gaza þá ætlum við að fara til Bretlands. Þar komin í ríkisstjórn, Keir Starmer myndaði ríkisstjórn strax eftir kosningar.
Ég ætla að heyra í Guðmundur Auðunssyni hagfræðingi sem svona fréttaritari okkar á Samstöðunni í London það hvað má vænta af Keir Starmer, hvað svona stjórnmálamaður það, hvaða stefnum ætlar hann að ná í gegn. Hann hefur náttúrulega mjög sterkan meirihluta og gæti eiginlega gert allt sem hann vill í heiminum en af ræðum hans og svona áherslum að dæma þá ætlar hann ekkert að breyta allt og miklu. Við sjáum til hvernig Guðmundur túlkar þetta. Líka hver kannski staða vinstrisins í Bretlandi þegar það á ekki lengur heima í verkamannaflokknum og hvernig mun hægrið jafna sig verður Nigel Farage óskoraður forystumaður hægriðsins í Bretlandi á næsta kjörtímabili. Þetta þátturinn okkar í kvöld. Förum víðan heim og áhugaverð samtöl reikna ég með. Áður en að við vindum okkur í þau þá vil ég minna á eins og ég ger alltaf að Samstöðin byggð upp á góðri afspurn. Það að fólk hefur sagt hvort öðru frá efni sem að því líkar hér á Samstöðinni, bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta hér á Samstöðinni. Við erum komin í útvarpið á 89,1 á svona stór höfuðborgarsvæðinu, nær frá Snæfellsnesi, sunnanverðu, upp í Borgarfjörð og upp á Litlu kaffistofu út á Reykjanestá, einhverjir skallar hann inn á milli en næst ágætlega og víðastæðu þessu svæði en svo má líka nálgast útvarpssendingarnar á spilaranum, það spilari.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo lukkuleg að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Það við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá Samstöðunni. Það ekki allt of mikið að íslenskum sjónvarpsstöðum og skrítið að Vodafone og Nova, svo dæmis tekin, skuli ekki vera að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Samstöðin tilraunaverkefni. Við erum athuga hvort að okkur takist að búa til öflugan umræðu vettvang sem ekki veitir af og góðan fjölmiðil sem ekki veitir af. Fyrst og fremst með stuðningi almennings. Við erum ekki að sækja peninga til stórútgerðarinnar eða einhverja ríkisbubba eins og flestir meginstraumsmiðlarnir gera. Þetta hefur tekist ágætlega hingað til. Við höfum vaxið úr engu yfir í efnilega sjónvarpsstöð og útvarpsstöð og vefmiðil. Ef þið viljið taka þátt í þessari uppbyggingu þá getið þið gert áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði. Til þess að skrá ykkur þá farið inn á samstöðun.is, það nappur sem ástendur áskrift. Þar getið þið skráð ykkur. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem þið sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En framundan eru viðtöl kvöldsins. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þá ætlum við að slá á þráðinn til London. Þar Guðmundur Auðunsson, fréttaritari Samstöðurinnar í Bretlandi eða Englandi. Vertu velkominn, Guðmundur. Takk fyrir kærlega. Það var kosið og ég menna flestir vita nú niðurstöðunar en það sem ég langaði til þess að fá því til þess að svona velta vöngum yfir. Hvers konar ríkisstjórn verður þetta sem að Starmer hefur myndað og hvað ætlar hún sér og ég meina hvers konar pólitíkus Keir Starmer? Ekki þetta sósíalisti? Nei, sko, hann sagðist vera sósíalisti áður fyrr en það sem hann hefur verið að dunda sér við að gera síðan hann komst til valda sem formaður verkamannaflokks eða leiðtogi verkamannaflokksins að reyna að reka eins marga sósíalista úr flokknum hann hefur geta. Hann hefur ekki náð að losa sig við alla. Það ennþá John McDonnell, Sara Sultana, Richard Burton ennþá þingmenn fyrir verkamannaflokkin en þeim haldið algjörlega utan valda innan flokksins og það sem að mest var hann eiginlega rak fyrirrennar sinn Jeremy Corbyn úr flokknum. Já.
Þannig að hann hefur líklega getur sagt eins og einhvern veginn var sagt að það hafi verið einna messu virði að ljúga byssu okkur í sósíalisma og okkur í landsfundi til þess að vera kjörið sér formaður en síðan hefur ekki mátt merkja það á svona stefnu hans eða eitthvað. Nákvæmlega og ef hann hefði ekki verið sagt, ef hann hefði sagt ég ætla að stjórna frá hægri eða miðju hægri, ég ætla að fylgja í fótspor Tony Blair, þá hefði hann aldrei verið kosinn formaður og hann vissi það. Ok, en hann komin í Downing Street 10 og við hverju má búast? Ég meina, nú eru Bretar langþreyttir á stjórnarstefnum sem hefur verið rekin. Maður myndi ætla sem svo að þá væri það eiginlega lausn nýrra stjórnvalda að slá rækilega nýjan tón og sýna það að komið nýtt fólk til valda. Hvað mun hann gera? Sko, hann með mjög stóran meirihluta. Þeir verkamannaflokkurinn með 410 af 650 þingsætum. Menn búin að horfa á það sem gífurlegan sigur Starmer, en í raun bætti hann við sig í Bretlandi bara 1,7% stigum fylgi og fækkaði vegna þess að kjörsókn datt niður úr 68% í 60. Í seinustu tveimur kosningum þegar Corbyn var í framboði þá jókst kjörsókn töluvert mikið vegna þess að sérstaklega vegna vinsælda Corbyn hjá yngra fólki sem fór frekar á kjörstað þegar hann var margir virðast hafa sem verið heima núna, svo eitthvað óanaðir íhaldsmenn þetta sem sátu heima. En þetta gerði það verkum að hann náði samt alveg gífurlegri sveiflu og gífurlegu sigri í kosningunum, ekki vegna þess að hann var að bæta við sig atkvæðum. Í England og Wales samanlagt tapaði flokkurinn bæði prósentustigum og atkvæðum. Það var bara Skotlandi sem þeir náðu mjög góðum árangri og jöku þingmannatölu sína frá úr 35 þingsæti ef ég mann rétt, það alveg svakalegar tölur. Og ástæðan fyrir því náttúrulega fyrst og fremst hrun skoska þjóðarflokksins sem hefur verið í stórkostlegum vandræðum undanfarið, þannig það ekki þannig að Skotar séu svona hafi heillast af Keir Starmer og verkamannaflokki hans, heldur þeir að refsa skoska þjóðarflokknum sem að sumuleyti svona vinstramegin í breskum stjórnmálum eða ekki? Jú. Skotar eru mjög vinstri sinnaðir og voru vegna óánægju með verkamannaflokkinn, þá voru þeir búin að finna sér farveg í skoska þjóðarflokknum sem vinstri sinnaðar flokkur frekar og en líka þetta vegna aukins stöðnings við útgöngu Skotlands úr breska konungstæminu. Þetta hefur gerði það verkum, svo í raun og veru má segja að Starmer verkamannaflokkurinn hafi unnið þannan sigur bara á því að íhaldsflokkurinn vegna óvinsældar hrundi gersamlega í Englandi og að skoski þjóðarflokkurinn hrundi líka í Skotlandi, reyndar minna en þeir hrundu nóg til þess að þeir töpuðu þingsætum. Og hér eru nokkra sláandi tölur. Í þessum kosningum fekk Starmer og verkamannaflokkurinn 9,7 milljónir atkvæða rúmlega. Corbyn í svokalluðu hruni sem að þeir töpuðu töluvert af þingmannum fengu tæplega 10,3 milljónir atkvæða fyrir 5 árum. Og í kosningunum þegar Corbyn fekk rétt rúmlega 40% atkvæða, þá fenguðu næstum því 13 milljónir atkvæða. Þannig að frá því sem Corbyn gerði best og að þessum kosningum núna hefur Starmer tekist að fá 3,5 milljónir færri atkvæða heldur Corbyn upp á sitt besta. Þannig að hann má gera spurningamerki hversu gífurlegur sigur þetta er. En á móti þá hrundi íhaldsflokkurinn. Flokkurinn, sko, það er ekkit smávægislegt hrun. Hann með lélegustu kosningu síðan allavega 1906, líklega þarf að fara aftur til 1800 og eitthvað til þess að 1832 ef ég man rétt, til þess að fá verri útgáfu fyrir íhaldsflokkinn. Íhaldsflokkurinn fekk innan við 24% fylgi, flokkur sem oft hefur verið yfir 40%. En á móti popúlískur hægriflokkur Reform
sem á rætur sínar að rekja ákveðnuleyti í hreyfinguna vegna úrsagnar úr Evrópusambandinu. Þau fá rúmlega 14% fylgi og yfir 4 milljónir atkvæða en sem betur fyrir ekki nema 5 þingmenn miðað við, og það sýnir í raun og veru hversu sturlað kosningakerfið í Bretlandi. Til dæmis frjálslyndi lýðræðisflokkurinn með minna fylgi heldur en Reform. Þeir eru með rúmlega 11% fylgi en fá 72 þingmenn, meðan Reform fær 5 þingmenn upp á rúmlega 14% fylgi. Verkamannaflokkurinn fær yfir 60% þingmanna á 33,7% atkvæða. Þetta einkenni einmenniskjördæmanna í Bretlandi, þannig að í raun og veru þá getur þú staðið í stað eins og Starmer gerði eða labba aðeins aftur á bak, svo lengi sem andstæðingurinn hrynur, þá getur þú unnið stór sigur. Já, en ef ég fer aftur að spurningunni, hvað telur þú að muni einkenna stefnu Starmers á svona fyrstu mánuðunum og því að þú ert að tala hennan aukna meiri hluta þannig lagði íhaldsflokkurinn af stað í kjörtímabilið sem endaði með hruni hans og hann lagði af stað með stefnu Boris Johnson sem að hrökklaði síðan frá og þá kom bara einhver allt önnur stefna eða ekki allt önnur en svona aðrar áherslur komu með næsta formanni og svo enn aðrar með þriðja formanninum. Þannig að kannski staðan í upphafi segir ekki alltaf til hversu miklum þrótti fólk getur náð fram einhverju breytingum. En mér langar bara að vita hvað það sem að Starmer mundi vilja nota þessa einstöku stöðu sem að verkamannaflokkurinn fær, þó hann hafi ekki aukið við fylgi sitt, þá var hann að fá möguleika á bara stórkostlegum breytingum í bresku samfélagi og hverjar mundu þær breytingar verða út frá sjónarhóli Starmers? Ég held að það besta samlíkingin, það voru nú kosningar í Frakklandi í gær sem fóru betur en á horfðist. Besta samlíkingin við Macron þegar Macron kosinn forseti 2017. Hann kemur inn frekar vinsæll og segir hann hafði reynd að vera ráðherra í ríkisstjórn Sósíalistaflokksins en var í hægri jaðri hans og ákveður að stofna svona miðjuflokk og segir svona rassjónal stefnu, frjálslyndi og keyra svona bara nýfrjálsíkjuna áfram en svona kannski ekki með offorsi, heldur svona keyra bara áfram að sömu sporum. Macron einn óvinsælasti stjórnmálamaður í Frakklands í dag, líklega óvinsælasti. Miðjan hrunin. Það sem að gerðist í Frakklandi ekki ólíklegt að gæti gerst því miður í Bretlandi. Starmer búinn að lofa stjórna einhvers konar í makronískum vegi, það að segja frá miðjunni. Þeir ætla að lappa upp á hér og þar. Þeir reyndar með þeir vilja ekki þjóðnýta veitufyrirtækin sem þarf að gera vegna þess að það allt í mólum, en þeir ætla að stofna veitufyrirtæki sem rekið af ríkinu í samkeppni við það og sem gæti hugsanlega smátt og smátt tekið yfir. Þannig að það svona þetta var svona málamiðlun milli þar sem flestir almenningur vill að ríkið reki veitufyrirtækin. Hann hefur bundið sig, stjórnar sem hefur bundið sig í kosning eða fjármála áætlun íhaldsflokksins sem var mjög þröng og þeir gerðu þessa vitleysu vegna þess að þeir ætluðu að reyna að sannfæra svona fólk það að þeir væru svona rosalega ábyrgir. Þetta gerir það verkum ólíkt þegar að Blair komst til valda, þá var efnahagurinn mjög góðu fari að efnahagurinn í frekar lélögu formi núna, þannig að þeir eru raun og veru geta sáralítið gert nema þeir færi í róttækar breytingar á samfélaginu sem að Corbyn hafði lagt upp með fyrir 5 og 7 árum og þannig að það líklegt að verði litlar breytingar, bilið milli væntinga almennings sem væntir breytinga og það sem verður gert hægt að verði mjög mikið
og gæti orðið að Ginnungagjá og þá gæti reiði almennings þróast út í það sem gerðist í Frakklandi að hægri popúliskar, öfgahægri popúlistar sem eru reformið í Bretland og þetta RN og Le Pen í Frakklandi, að þeir getur raun og veru bara tekið yfir hægri vænginn í stjórnmálum eins og gerðist í Frakklandi og miðjan hrunið. Og þá eiginlega eina svarið til þess að berjast gegn slíkur popúlískra hægri sveiflu væri það að vinstri myndi styrkjast eins og gerist í Frakklandi. Þessi þróun alls ekkert ólíkleg, en það bara spurningin hvort að verkamannaflokkurinn í Frakklandi var allavega flokkastruktúr á vinstri vængnum, en hann frekar lítill hérna í Bretlandi eða þá ekki mjög sterkir flokkar, þannig að í raun og veru þyrfti verkamannaflokkurinn að klofna eða það að vinstriöflana taka yfir aftur, en þá gæti verið orðið á seint og reform komið til valda. Þannig að ég mjög svona efins að framtíðin sé neitt sérlega björt. Það sem að Starmer gæti gert væri það að fara í gífurlega uppbyggingu á infrastruktúr og endurvekja hagkerfið og byggja upp græna orku og framtíðar orku eins og verkamannaflokkurinn var búin að stefna að og það gæti komið hjólum atvinnulífsins virkilega af stað, en því miður ólíklegt að það gerist. Í svona tveggjaflokkakerfi sem í svona grunninn tveggjaflokkakerfi og það sem að vinstrið í einhverjum samvistum inn í verkamannaflokknum, að þá það eiginlega endurnýjun vinstra megin að verða til innan flokksins. En eins og Keir Starmer hefur stýrt þessu flokki að þá hætt við það að ef að þú, Guðmundur Auðunsson, ætlar að koma með einhverja gagnrýni á forystun, þá verður bara rekin út úr flokknum fyrir gyðingandúð eða eitthvað. Það hefur gerst. Þeir hafa rekið gyðinga á flokknum fyrir gyðingandúð, fjölmarga. Þeirra glæpur var að vera sósíalistar, ekki gyðingar, og að styðja við réttindabaráttu Palestínumanna. Það telst sem gyðingahattur í innstu kjörnum verkefnaflokksins í dag. En að styðja baki við fjöldamorðum á Palestínumönnum, það Starmer alveg tilbúin að gera. Þannig að það alveg rétt, þetta mjög erfið staða fyrir vinstra fólki í Bretlandi. Já, ég var að fylgjast með þarna á kosningaráttinni, þá fylgdist ég náttúrulega með hvort að Corbyn næði inn og hann náði inn og svo sá ég að það voru 4 aðrir þingmenn, einn þeirra var nú ekki tengdur verkamannaflokknum, sá ég, sem að náðu kjöri fyrst og fremst út á afstöðunni til Gaza. Og sem þá óánægja með afstöðu stjórnvalda og síðan verkamannaflokksins sem að raunverulega styðja þjóðarmorð með þögninni. Þarna ertu komið raunverulega með 5 manna þingflokk sem stærri heldur en umbótaflokkur Farage sem eiginlega flokkur Palestínu á breska þinginu. Já, þetta alveg rétt. Og sko, þetta ekki bara Palestínu, þetta allt. Þessi þingmenn náðu allir í gegn í kjördæmum þar sem að verkamannaflokkurinn var sterkur. Þannig að það sem gerðist var það að fylgi verkamannaflokksins, þessi vinstrafylgi, fór yfir á þessa menn sem tóku hanskan fyrir Palestínumenn. Þetta í flestum tilfellum harðir vinstri sinnar oft, sumir koma úr verkamannaflokknum, aðrir ekki. Ég tók það sem dæmi að því að svo væri ekki að fólk held ekki að það hefðu allir verið þeim megin að eitt kemur öfulega úr frjálshyggjarflokknum. Já, og þetta sko, en þeir eiga það sameiginlegt að þeir eru vilja gersamlega stuðningur allra stjórnmálaflokka á þingi við ábeldisverk Ísraelsstjórnar hefur gersamlega gengið fram af fólki og það var hellingur af fólki reiðin, það er ekki hægt að ýkja reiðina gagnvart íhaldsflokknum og fögnuðin við það að íhaldsflokkurinn hafi hrunið, það alveg gífurlega fögnuð, en ég þekki til dæmis hellinga fólki sem kaus verkamannaflokki þó það væri mjög reitt með forystuna bara til þess að halda íhaldsflokknum úti og það má ekki gera lítið úr því þó ég sé með tölum að þetta sína fram á það að verkamannaflokkurinn hafi fengið frekar slaka þeir voru með meiri hlut á færri atkvæðum heldur en hefur gerst síðan á 3. áratugnum held ég og þá má ekki gera lítið úr því að
einhver almenningur refsaði íhaldsflokknum stórlega og þó að það sé ákveðin hættumerki uppgangur reform. Já, en þegar maður, annað sem maður sér, þegar maður velta fyrir sig hvað, svona vinstrið eða sósíalista, hvernig bregðast þeir við þegar að sko flokkurinn fer svona afgerandi til hægri og þá sá maður að sko græningjar bættu við sig samkvæmt mínum útreikningum þarna sem var svona undir lok næturinnar, það getur verið að við breyst eitthvað einhver prósenti, að þá var það sko verkamannaflokkurinn að bæta við sig 1,8 en græningjar 4,2, þannig að Já, græningjar fengu 6,5% fylgi, 18,5 milljón atkvæða. Þreföldu... 1,850.000 atkvæði, 1,8 milljónir. Þannig að þeir hafa ekki verið svona sterkir áður í kosningum og þeir bættu við sig 3 þingmönnum sem mjög erfitt. Það mjög erfitt að ná þingmönnum inn ef þú ert ekki í hinum rótgrónu flokkum. Og þess vegna það hafa aldrei verið kosnir fleiri óháðir þingmenn heldur en nú. Ég held að samanlagt eru fleiri óháðir þingmenn kosnir í þessum kosningum heldur en samanlagt frá lokun seinni heimsstyrjaldar í kosninguna þar á undan. Þannig að græningjar bæta við sig og það óánægja með, þeir bæta líka við sig töluvert mikið fylgi í mörgum kjördæmum sem voru kannski sérstaklega þau sem voru tryggkjördæmi verkamannaflokksins minnkaði atkvæðatala verkamannaflokksins og það voru margir óánægðir en það nægði ekki til þess að töpuðu þingmenn en sjálfsögðu ekki vegna þess að aðrir flokkar hrundu en græningjar bættu oft við sig, það voru líka óháðir aðilar til dæmis í kjördæmi Starmer sjálfs, þar var Andrew Feinstein sem þekktur mannréttindafrömuður frá Suður-Afríku sem býr nú í Bretlandi og var í þingmaður fyrir ANC, hann bauð sig á móti Starmer og var í öðru sæti með 20% atkvæða og tók helmingin af atkvæðum Starmers í burtu. Meirihlutin hans var svo stóra hann mátti við því, en þetta sýnir að það ákveðin gífurleg gerjun á vinstri vagnum, svo ég kom tilbaka til spurningarinnar. Þannig þá var það spurning hvað hægt að gera. Það var reynt að taka yfir verkamannaflokki, vinstrimenn reyndu að taka yfir verkamannaflokki, það tókst, en núna var hreinsanirnar að vera svo gífurlegar, maður veit að þetta ekki við framtíðina, þannig að það gæti orðið erfitt að ná aftur fyrir vinstrimenn að ná aftur völdum í verkamannaflokknum. Völdum eða áhrifum, ég ætla að skjóta kannski inn, það kannski ekki bara að ná völdum, en þetta sé annarkvort sveiflist þetta á milli ýktra hægri krata eða róttakari sósíalista. Það náttúrulega líka möguleiki að flokkurinn geti verið einhver svona breiðfylking, það sem hún næri fram sjónarmiðum róttakari sjónarmiðum með. Já, það möguleiki, til dæmis slíkur leiðtogi, svona sameiningar gæti orðið til dæmis Andy Burnham sem freka vinstrisinnaður borgarstjóri í Manchester. Þannig að það slíkir möguleikar fyrir hendi, en það má samt ekki gera lítið úr því að það verður á götunni í samtökum, í verkalýðssamtökum, í baráttusamtökum fyrir réttindum Palestínumanna og öllu slíku að Starmer á eftir að finna fyrir andstöðu frá vinstri ef hann það líka hægt við að raunverulega stjórnarandstaða vegna þess að íhaldsflokkurinn á eftir að halda áfram í einhverjum bræðravígum meiri hlutan á næsta kjörtímabili, þannig að það ekkert ólíklegt að andstæðan frá hægri komi frá popúlískum hægrimönnum sem núna búin að fá rödd inn á þinginu þannig að vinstrimenn að fylgja sér saman og það komin ákveðin hreyfing að þetta svona villta vinstri sem frægt í Bretlandi fyrir bræðravíg, að það sé svona að reyna að koma sér saman og vilji vinna með svona vinstri sósíaldemókrötum eins og finnast í verkamannaflokknum sem hafa verið reknir þaðan. Þannig að það ákveðin gerjun á vinstri vagnum, en frá hægri vagnum að þá svolítið merkilegt að það líklegt, strategían
hjá Farage og Reform að hann er búinn að vitna til hruns kanadíska íhaldsflokksins upp úr 90 eitthvað, þar sem þeir duttur endan eru 2 þingmenn á þinginu. Þá var stofnað flokkur sem hét meira sér Reform, sem var svona ultrahægri flokkur og sem að tók smátt og smátt yfir gamla íhaldsflokkin. Þetta er strategía þetta er strategía Farage og Reform og það kemur mér ekkert óvart ef einhver þróun eins og slík á hægri vægnum og það er líka ekki ólíklegt eins og ég sagði áður að þróunin gæti orðið eins og í Frakklandi að miðjan myndi ekki halda. The center can't hold eins og þeir segja á ensku og það verði polarisering en það er voðalega erfitt á þessum stigum að sjá fyrir sér nákvæmlega hvernig þetta gerist. Þetta eru svona pælingar út frá stefnumálum Starmer sem ég er með og hætt við að vegna þess og Starmer færingakveitibrauðsdaga eins og flestir nýjir forsætisráðherrar fá. Þannig að það margir eru aukandi sérstaklega hugsanlegan uppgang hægri populista. Vegna þess að vinstrið þá verkamannaflokkurinn sé svo afgerandi á miðjunni og raunverulega einhverju hægri miðju að það verður getuleysa verkamannaflokksins til þess að mæta kröfum lágtekjufólks og annarra slíka sem upplifa óréttlætið í samfélaginu. Þetta gerðist það sem bjargaði Frakklandi frá því að lenda í meirihlutastjórn hjá National Rally og Le Penistonum var það að vinstri stóreldist líka og urðust núna stærsti flokkurinn til þess að koma í veg fyrir að populistarnir fljóti inn á óvinsældum miðjumanna eins og Macron að þá þarf vinstri að vera sterk. Og það líka ná til vinstri eins og raunin með Mélenchon og kommunistana í Frakklandi sem að vantar náttúrulega upp á í Bretlandi, sérstaklega þegar búið að rekja vinstrið út úr vinstriflokkum. Já, það helst myndi vera gert það eru ákveðin verkalýðsfélög sem eru frekar sterk í Bretlandi en þau hafa sögulega ekki skipt sér mikið af stjórnmálum nema að borga peninga í sjóði verkamannaflokksins en slíkt gætu þetta breyst. Já, gætu endur skoða það. En varðandi þetta með þetta tveggjaflokka kerfi sem þarna, að ég tók það saman þarna nóttina að þá eru það 57,6% kjósenda sem að kusu annarkot flokkin og ég þurfti að fara aftur til 1910 til að finna lágt hlutfall. Á eftirlitsárunum var þetta svona 86-96% sem að kusu annarkot verkamannaflokkin eða íhaldsflokkin. Og þarf ekki að fara lengra þarf ekki að fara lengra eftir heldur en til 2017 þegar 84% kjósenda kusu annað tveggja stóru flokkana. Þannig að ég að velta fyrir mig reynir ekki svolítið á þetta kosningakerfi þegar þetta staðan eins og þú veist að taka dæmi af umbótaflokknum og frjálslyndum þar sem að frjálslyndir eru með ég ekki með 15 eða 16-falt fleiri þingmenn en eru kannski bara með helmingin eða rúmlega helmingin af fylginu. Jú, það eru sáraflá lönd í heiminum sem með kosningakerfi eins og þetta. Bandaríkin auðvitað frægt dæmi en það byggðu þeir sitt kosningakerfi á því breska. Ekkert land í Evrópu með svona kosningakerfi. Það eru sum land eins og Frakkland sem með blandakerfi þar sem að þú getur kosið flokk í fyrstu umferð en síðan önnur umferð til þess að sigurvegarinn standi uppi oftast með yfir 50% fylgis. Þannig að þetta kerfi þeim minna fylgi sem stærstu flokkarnir fá í svona kerfi þeim ólíklegra það haldist til lengdar en stóru flokkarnir hafa tendens að þetta vilja ekki breyta því vegna þess að þeir hugsa við komumst til valda næst og þá komumst við einir til valda þannig að þrýstingur til þess að breyta þessu þarf að koma neðan. En maður myndi ætla að í svona ástandi þar sem eru Já, það eru 67
6% kjósenda sem kusu ekki ríkisstjórn sem með aukin meirihluta á þinginu, að það verði þá til einhver svona átök á götunum, í mótmælum, í einhverjum svona svo sem að hafa einkennt svo sem bregst stjórnmál eins og baráttan í loftslagsmálum og Momentum var á sínum tíma og fleiri svona dæmi, að verkalýðshreyfingin beiti sér harðar og pólitískar og fleiri af því að þetta er náttúrulega kerfi sem að augljóslega er ekki að þjóna almenningi. Nei, og það er alveg ljóst og það er og þarna eru það merkilega, þarna eru kannski sko, þeir sem fáru vest út úr þessu kerfi var þetta reform, þeir fengu 5 þingmenn út á yfir 14% atkvæða, 5 þingmenn að 650 þannig að það kemur auðvitað þrýstingur frá þeim að breyta kosningakerfinu, það kemur þrýstingur frá vinstrinu. Það eru bara svona flokkseigandinn kannski í íhaldsflokknum og verkamannaflokknum sem vilja halda í þetta. En talandi sko pólitík götunnar sem það er mjög líklegt að í framtíðinni verði hún bara mikilvægur og mikilvægari vegna þess að óánægja almennings þarf að fá útrás. Ef hún nær ekki gegn í kosningum óánægja almennings, þá þarf hún að fá útrás einhvers staðar og þannig að mótmæli og aukin harka og mótmæli verkalýðsfélaga í Bretlandi til dæmis alls ekkert ólíklega og það má segja það í Frakklandi að mörgu leyti voru það stjórnmál götuna, það er að segja vinstri sinna sem fylgdu sér á göturnar í kjölfar sigurs RN í fyrri umferðarkosningana í Frakklandi að þetta fólk var sko fleytti síðan vinstrimönnum inn gegn og reyndar hjálpuðu vinstrimenn miðjumönnum til að fá fleiri þingmenn en þeir áttu nokkuð tímann nálægt miðað við það sem að þeir fengu í kosningunum með því að stíga til hliðar ef þeir voru í 3. sæti og það gerðu reynda miðjumennir á sumum stöðum, mörgum stöðum líka. En sko, þetta, ég sé fyrir mér að slík, sko, allt stjórnmálakerfið út allan heim í upplausn og efnahagskerfið í upplausn. Það var eins og það hefur verið orðað að sko, gamli heimurinn hrunin en fæðing hins nýja gengur erfilega. Og þetta staðan sem við erum í dag. Og hættu að heimurinn farist að bassförum. Ég ætla aðeins að spyrja varðandi þetta með að ef að sko hinn formlegu stjórnmálinn á þingi endurspegla ekki vilja fólks og það verður svona átök á götunum, þá náttúrulega verkamannaflokkurinn bara út á sögu sinni á í erfileikum með að standast það. Ég tala ekki ef það verða sko verkföll og annað slíkt að þá er það ástand sem að ristir sko flokki miklu meira inn að beini heldur en íhaldsflokkin sem getur bara litið á að hann sé að verjast upplausnar öflunum í samfélaginu öðru slíku en verkamannaflokkurinn ætti að vera farvegur fyrir sko umbreytingaröflin sem að vilja bæta samfélagið og ef hann þarf að halda utanum sko hægri sinnaða stefnu og nýfrjálshyggjulega stefnu í efnahagsmálum gegn átökum á götunum og jafnvel verkvöllum að þá getur það mjög fljótt og valdið sko svona innanmeinum í flokknum sem að kannski er erfitt að spá fyrir hvert getur leitt. Jú, og þetta sama sko, þetta má segja spegilmynd af því sem við höfum séð gæti gerst í verkamannaflokknum, spegilmynd af því sem við höfum séð á hægri vangnum, þar sem átökin á milli popúlíska hægri og hins svona klassíska íhaldsstefnu og síðan svona og við sáum það að þetta keyrði íhaldsflokkin gersamlega niður og sér ekki fyrir endan á því, það verður það gífurlega átök innan flokksins nú hver verður næsti leiðtogi hvaða stefnuflokkurinn eigi að taka. Slíkt getur auðvitað gerst á vinstri vagnum líka. Svo ég komið aftur að því sem ég held að skipti mestu máli hér að ef að væntingarnar, það eru þetta væntingar, gífurlega væntingar
þó að margir sem hafa bara skoðað stjórnmál lengi eins og ég frekar svartsýnir á hverju maður búast við að stjórn Starmer, en væntingar almennings eru það verði stórfelldar breytingar á samfélaginu, fólk sem að vera að kjósa verkamannaflokkinn til þess að fá breytt samfélag. Og þegar að svo staða komið upp að væntingar samfélagsins eru miklu minna stærri heldur en það sem að gerist í sjálfu sér, þá verður alveg gífurlegt svona gjá. Og það á svona væntingar gjá einmitt það sem að popúlískir hægriflokkar spila inn á, og eina svari gegn popúlískum hægriflokkum og uppsveifli þeirra þegar þú ert með svona stöðu í samfélaginu sterkt vinstri og breiðfylking vinstrinsins, hvort sem að þeir eru innan flokka eins og verkamannaflokksins eða utan. Já. Herðu, Guðmundur, ég ætla að þakka fyrir það sinni. Mér alltaf nú bara að þú varst að tala núna í lokin að líklega þótt að sé alltaf erfitt að ráða í svona prósentur í einminniskjördæmakerfum, að þá líklega verkamannaflokkurinn og þjóðfylkingin í Frakklandi með viðlíka fylgi, en verkamannaflokkurinn uppsker út úr sínu kosningakerfi næstu 2/3 þingmanna, á meðan að þjóðfylkingin í Frakklandi með undir 4/4 af þingmönnum fyrir sama fylgi. Þetta náttúrulega þetta skrítin kerfi, eða hvort sig. Skrítin kerfi. Já. Herðu, Guðmundur, gaman að tala við þig og við munum fylgjast með ríkisstjórn Starmers í samtölu við þig. Hlakka til þess. Já, sömuleiðis og takk fyrir samtalið. Já, takk. En ég sitt áfram og held áfram að reyna að skilja veröldina og heiminn og samfélagið og kannski sjálfa mig í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Herðu, það þannig að stundu þér hitti fólk þessar svona síðustu vikur. Að þá það svona með þessa bók, dagbók frá Gaza eftir Atef Abu Saif, og sumir líta á þetta sem eiginlega skyldu að lesa, en finnst það óþægilegt alveg eins og fólki finnst erfitt að bara fylgjast með atburðunum á Gaza, fylgjast erfitt með að vera að horfa á Instagram og það sem er hægt að nálgast upplýsingar um þetta. Það er ekki alltaf hægt að nálgast svona raunsanna mynd í fréttunum okkar í meginstraumsmiðlunum, það er ekki þannig. En þetta sem sagt nýútkomin bók frá Angústúru, sem náttúrulega kraftaverka forlag algjörlega, og hann hingað komin Bjarni Jónsson sem þýddi þessa bók. Þú kannast ábyggilega við þetta sem ég að segja, að fólk með bókina og svona hálf kvíðu fyrir því að byrja að lesa það. Hvað þér fyrir að þýða hana? Já, sko, ég veit ekki alveg. Þegar þetta kom upp að hún María Rán hjá Angústúru hafði samband um mig og spurði hvort ég var til að þýða bókina, þá var ég svona, mér fannst einhvern veginn, já, að sjálfsögðu vil ég einhvern veginn, ég vil líka sjálfur einhvern veginn kynnast þessum heimi, af því að þetta bók sem lýsir kvöndi á Gaza undir stríðsástandi. Þannig að en auðvitað maður þá líka komin leið búin að stíga fætinum inn í einhverja veröld sem að maður þá sem gleypir mann í einhverja mánuði á meðan að verið að klára verkið og það sem aðeins bjartsýna fólk þolir að stíga inn og horfast í augu við hörmungarnar. Ég haldið þessu fram þessa dagana. Já. Það sögur haldið þessi bjartsýni að horfa, byrgja augu sín og horfa í burtu, og þessi svartsýni að horfast í augu við hörmungarnar. Ég haldið fram þessi akkurat öfugt. Já, nei, mér finnst svona bara að því auðvitað, ég meina, ég þekki ekki til á Gazasvæðinu þannig, ég hef ekki komið þarna, en nema það í gegnum svona lestur og auðvitað yfirferð á þessari bók sem að sjálfsögur verður maður verður sérfræðingur í dálitla stund í málefninu leið maður að þýða. Þannig að og mér fannst alls ekki óþægilegt að þýða bókina. Það hefur líka svona kannski að gera dálítið með það hvernig höfundurinn, þessi dagbókarhöfundur nálgast efni við hann. Segðu mig frá honum, hver Atef Abu Saif?
Hann er uppalega, hann rithöfundur, hann er 51 árs og er menningarmálaráðherra Palestínu, semst staðsettur í Ramallah. Og hann er í heimsókn á Gaza, sko, maður kemur nú í ljós að hann semst hefur töluvert samskipti við Gaza sem er kannski bara mjög eðlilegt. Fjölskylda hans er þarna að meiri hluta til. Hann á þarna, hann og hans kona, þau eiga þarna íbúð og í Gazaborg og þannig að hann er þarna töluvert á ferðinni og er staddur í borginni þegar að átökin brjótast út í kjölfarið á 7. október. Og hann tekur ákvörðun, hann er staddur þarna með 15 ára syni sínum og þeir hefðu náttúrulega bara ætlað að heimsækja fjölskylduna. Hann ætlaði að taka þarna þátt í einhverjum hátíðahöldum í tilefni af palestínska minningadeginum sem að var í rauninni þennan sama dag og en ákveður síðan, auðvitað hefur hann tækifæri til að koma út, fara af svæðinu, hann er í sjálfu sér diplomat og er ráðherra af Vesturbakkanum, en hann ákveður að vera kyrrt og það er náttúrulega kannski vegna þess að hann sér í hvað stefnir, hann þekkir þetta, hann er alinn upp í Gaza, bara 73 þá fæðist hann og hann fæðist eins og hann segir bara inn í intifada uppreisnina, þannig að hann veit svo sem hvað er í aðsigi og hann vill ekki yfirgefa sína stóru fjölskyldu. Og þá ákveður hann að vera kyrrt, en ákveður leið eftir nokkra daga að hann verði eiginlega að halda utanum þetta með einhverjum hætti, halda einhvers konar dagbók. Og hann er að halda dagbók utanum bara það sem hann er að gera? Já. Þetta er sjónarhorn einstaklings inn í miðju kaosinu. Já. Hann tengist hann hefur líka unnið sem blaðamaður og tengist fjölmiðla miðstöðinni á Gaza sem var svona drifin áfram af manni sem heiti Bilal Jadmala sem lést því miður. Það var svona eins konar miðstöð fyrir ekki aðeins blaðamenn af svæðinu heldur líka erlenda blaðamenn. Þannig að þetta var svona eins og pressusenter sko. Og hann svona fer að hafast þarna við meir og minna í þessari fjölmiðla miðstöð sko og líka bara til þess að geta bæði sjálfur miðla fréttum annað og svo eins og þú segir kannski til þess að vera einhvern veginn eiga einhvers konar aðild eða þáttöku í því að miðla sögum af Gaza og hörmungunum áfram. Þannig þá er þetta bæði sjónarhorn eins manns inn í kaosinu en líka manns sem er að reyna að ná einhverju heildarmynd bæði í atburðum dagsins. Já, og svo er hann náttúrulega rithöfundur og er líklega að draga inn stóru söguna. Já, hann er náttúrulega, við fylgjum honum alveg eftir sko fram til 30. desember á síðasta ári. Þá fara þeir feðgar aftur til Ramallah í gegnum Egyptaland eftir að hafa náttúrulega verið á biðlista Ísraelsstjórnar í fleiri vikur og þetta er náttúrulega þessi hráskina leikur sem við höfum auðvitað heyrt og séð lýst núna undanfarnar mánuði hvernig í rauninni það skapast stríðsástand en í rauninni er þetta aldrei reguleraður heimur til dæmis bara í gegnum það að það skuli fyrirfinnast listar sem eru gefnir út af hverjum einasta degi frá ísraelskum yfirvöldum þá sem mögulega mega vera á ferðinni á milli og síðan eru egypsk stjórnvöld sem sjáum framkvæmdan á því og flutning á fólki á milli en það er svona eitt af því sem kemur manni svona dálítið og óvart þegar maður fer í gegnum þessa bók í rauninni hvað þetta er skringilega innréttaður heimur. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að stríð er á Gaza og þetta virðist ganga eftir mjög ákveðnum mynstri. Ákveðnum etikettum. Já, ákveðnum etikettum og eins og þessi höfundur sem hefur greinilega mikla innsýn í þetta bæði sem embættismaður
en líka auðvitað hafa, ég meina hann er fæddur í Gazaborg og elst þarna upp, að fyrir honum þetta líka, já, heyrðu, nú þeir farnir að skipta Gaza upp í þess og þessa reiti og núna fara þeir að númera reitina, þeir taka öll nöfn út af því að það er liður í því að í rauninni að svona, hvað maður segja, í afmennskunni, að ekki bara fólk heldur líka bara staðir verða númer og ekki nöfn. Sögulausir. Já, og þetta er eitthvað sem maður segir, þetta er nokkuð sem að hægt að fylgja eftir í sögunni, er ekki að gerast í fyrsta sinn. Byrja fyrir norðan og feta sér svo suður eftir Gazaströndinni þangað til komið Arafa sem er erfiðasti punkturinn því að þá er náttúrulega búið að hrekja alla til og frá á svæðinu og í rauninni þess vegna auðvitað veigra Ísraelsmenn sér við að fara inn í Rafa eins og þeir hafa gert annar staðar vegna þess að það er náttúrulega hinn algjöra katastrófa sko. En þetta með afmennskuna, það er verið að afmennska fólk, það sé ekki, tilheyrir ekki okkur, hvað sem okkur er. En það er eins og þú segir, þá er líka verið að þurrka út menninguna og söguna og reyna að halda því fram að sko Palestínumenn séu raunverulega ekki til, það er einhver sögu. Já, það er bara uppspunni. Já, það er náttúrulega... Við sjáum þetta endurvarpast stundum á Vesturlöndum, þessum þessu haldið fram. Já, þetta er náttúrulega þessi svona, hvað maður segja, auðvitað er þetta kannski, auðvitað haldaði fram að þessi tvær mjög traumatiseraðar þjóðir að takast á og alveg eins og Ísraelsmenn er náttúrulega þessari stöðugu, þessari endalösu baróttu lengt eða ljóst að fá að vera Ísraels ríki, að þá er á sama tíma auðvitað að hamra á því að Palestínumenn eigi ekki að sé ekki í rauninni, sé ekki þjóð, sé ekki einn þjóð. Nei, ekki tilkall til þess. Já, og sé ekki þjóð, séu bara einhver hópur, séu bara einhver hryðjuverkamenn. Þannig að og það er svona partur af því að það er... Þetta sé ekki frelsisbarátta, nákvæmlega árás. Já, og það er áhugavert í bókinni, hann náttúrulega, hann segir sko höfundurinn að auðvitað hefur átt sér sko síðast, það er 10 ár liðin frá því að síðast var stríðsástand á Gaza, 2014 og þá segir hann sko að eftir það var heilmikil uppbygging á Gaza eins og gerist alltaf í kjölfar svona átaka að því að það er náttúrulega alþjóðasamfélagi kemur þetta sterkt inn á Gaza með ýmiss konar. Það er náttúrulega bara heilmikil uppbygging varandi húsnæði og annað, ég meina eðlilega, ef það er alltaf verið að leggja hluti í rúst, þá þarf og enga breyting að verða, þá þarf náttúrulega að eiga sér stað uppbygging. Og hann heldur í fram sko, að segir að það sé líka bara strategía hjá Ísraelsmönnum að þegar að koma til átaka, að þá til dæmis þá byrjar alltaf á því að ráðast á þau skotmörk sem eru, hvað maður segja, svona prýðilegust. Í landslagi Gaza, bæði borgarinnar og annars staðar, fallegustu, nýjustu byggingarnar, fallegasta arkitektúrin, ítalska byggingin, egypski turnin, allt sem eru svona kennileiti sem er búið að vera streða við að koma upp, það byrja á því að skjóta á þessi, að þetta eru skotmörkin, til þess í rauninni, til þess að og sögnin er þessi, það er alveg saman hvað þið gerið. Við munum eyðileggja það. Og það er náttúrulega auðvitað, já, það er í þessari bók, þá er hann mjög ákveðið, þótt hann sé ekki beinlínis að hann náttúrulega er að reyna að hvað maður segja, hann er að reyna að lýsa á eins hlutlægan hátt á hann getur kundeginum á Gaza, en auðvitað kemst hann ekki hjá því að vera fæddur þar og uppalinn og eiga þarna sína fjölskyldu og vini, horfa upp á þetta allt saman og auðvitað hefur hann mjög ákveðnar skoðanir og meiningar það hvers konar stefna er rekin þarna af hálfu Ísraelsmanna. Hann er ekkert að þykja það vera einhver hlutlaus. Nei, enda held ég að séu fáir sem að reyna það svo sem í dag, þessi hugmyndur að við getum hort á heiminn eins og úr fjarska eða tilfinningalaus guð og sagt frá þeim sjónhóli. Það held ég að sé nú kannski ekki margir sem að
Nei, trú á mætti þeirra frásagnar. Nei. En máttur frásagnar kannski í þessu vegna þess að hann fer í gegnum kvundaginn með okkur og þú veist og rekur bara hvernig þetta getur gengið fyrir sig mögulega kvundagur í stríði að þá auðvitað sópast með þeirri frásögn bara allar þær hörmungar sem að við höfum svo sem líka verið að frétta af undanfarið sko. Þegar maður les frásagnir úr stríði og hörmungum að þá það oft tvennt að annars vegar svona hryllingurinn sem að hvolfist yfir fólk en svo það líka oft að í frásögnin líka svona mátt mennskunar og það hefur maður náttúrulega heyrt bara af samtölum við fólk frá Palestínu að við höfum aldrei verið nær því að öðlast frelsi segja þær hvernig getur þú dregið það ályktun þetta komið og þetta orðið svo slæmt að nú vonin aldrei verið stærri og maður skilur þetta ekki alveg Nei. en það samt eitthvað í þessu sem þarna að eiginlega inn í hörmungunum að þá vonin skærust kemur það fram í þessari frásögn Já, og það náttúrulega eitthvað sem að höfundurinn sjálfur dálítið að svona glíma við auðvitað, eins og hann játar bara sjálfur, ég meina þetta náttúrulega hræðilegt það hræðilegt í raunin að þurfa að segja það, að maður sjái von í öllu saman, en auðvitað eins og hann segir, það náttúrulega hvað annað til, það bara það getur ekki annað verið eftir að þú veist þessar endalausu hvað maður segja, það engin ósnortin sem þarna á svæðinu, það missa allir einhverja, ekki bara einn, heldur fleiri og samt sem áður auðvitað einhver drifkraftur bara fólkin í, já og kannski einhver von líka bara fólkin í því að þurfa að fara á fætur eins og hann segir sko. Og fólki gefst ekki upp og samfélagi brotnar ekki. Það þarf að fara á fætur, það þarf að fara út og finna biðröðina eftir brauðinu þú veist og það merkir líka hann náttúrulega segir það yfirleitt þetta krakkarnir sem sendir í biðröðnar af því að fullorðna fólki hefur auðvitað ýmislegt annað að sýsla en þegar þú ert að standa kannski í biðröðum í 3-4 tíma eftir því að fá brauð þá þarf svona hvað maður segja, fjölskyldan verður ofboðslega sterk eining, hafa hún ekki verið sterk fyrir og í því líka einhver von þannig að ennum leiður þetta endalaust hættu ástand af því að eins og hann lýsir í bókinni þá er í sjálfu sér engum eirt og bara eins og hann segir bara þú ert í bláu skotheldu vesti og stendur press aftan á bakinu þér sko, þú ert bara fyrsta skotmarkið og þú veist, hann segir, það þarf ekki að koma neinum á óvart af hverju svona margir hafa fallið á Gaza, fréttamenn og fjölmiðlafólk þú veist, það er bara með merkinguna og þess að náttúrulega rosalegu þessi dróna umferð sem að ég held að það er eitthvað sem að kannski maður gerir sér ekki grein fyrir hversu miklu verið að stýra af það sem mikið eftirlit í gegnum dróna og líka bara drónaárásir þannig að og allt þetta og bara og stöðu og eftirliti og þeir sem eru með eftirliti geta drepið þið bara algjörlega sko og það er það sem ég meina með þetta hvað þetta virðist vera þessar ef maður að segja etikettur en hvað þetta virðist vera alltaf svona regulerað allt saman að maður fær það mjög sterkt á tilfinninguna að árásar aðilinn viti þokkalega vel hvað hann er að gera hverju sinni. Það sé ekki mikið svokölluð mistök sem eru gerð sko. Þessi kerfisbundið þjóðarmáls. Já, þessi kerfisbundið semst að þekkingin á svæðinu og öllum innviðum og öðru sé það mikil að þegar farið inn á svæðið með hernað að þá það ekki gert einhvern veginn svona ad hoc bara einhvern veginn, við vitum ekki hvað við ætlum að gera. Þetta er bara mjög nákvæm strategi. Ekki svona, það voru 100 börn sem við ætlum ekki að myrða. Ég meina það, já. Þetta kemur þeim ekkert óvart. Nei, það er það sem hann Saif segir. Það er bara, það er kannski mesti terrorinn í öllu saman, sko. Sko frásagnir frá þessum átökum og þessu þjóðamorði
að þær eru svona, hafi verið mikið gagnrýnt að að svona frásagninar í meginstraumsmiðlunum séu svona svolítið litaðar, fólk sem hefur áhuga á þessu segist það eiginlega bara meiri upplýsingar bara úr hans og svo náttúrulega bara Instagram og persónulegu vitnisburði fólks og þannig að henni raunverulegu atburði ná eiginlega ekki inn í svona ef að meginstraumsmiðlarnir eru meginstraumsumræðan, ég veit það ekki lengur sko. Nei, ég meina það er að sjálfsögðu svona bók og þegar maður fer að bæði að lesa hana og auðvitað í mínu tilfelli að þýða hana þá þetta er persónulegur vitnisburður og mér fannst það að mörgu leyti gefa mér meira svona sem lesanda hvað var það svona mér fannst það meira upplýsandi heldur margt af því sem að svona maður hefur verið bombarderaður með í fjölmiðlum í þessu ástandi sko. Þannig að þessi hættan á að í því sjónarhorni að þá færist þér svo langt frá fólki að já, það koma bara einhver skringileg sjónarmið oft inn sem að kannski maður hugsa með sig, já þetta þú veist, þetta kannski var það nú það er eitthvað pólitík sem fylgir oft sko. Ég þekki þetta náttúrulega, ég bjó lengi í Þýskaland og fylgist mjög vel með þýskum fjölmiðlum og hef svona áhuga á þessum fínu spjalláttum sem þeir eru með oft í sjónvarpinu. Þeir eru miklu meirveruleikum með að ræðum þetta. Þeir eru það er einmitt að því að við erum að tala um sko, þar eru að tala um náttúrulega bara þjóðfélag sem er með alveg frábæra fjölmiðlun og þú veist, mjög bæði fín blöð og útvarp og sjónvarp en þegar kemur til dæmis að þessum málum fyrir botni Miðjarðarhafs og sérstaklega þessu sem hefur verið að gerast á Gaza að þá eiga þjóðir alveg gríðarlega erfitt með að tala um þetta og þeir nálgast þetta náttúrulega fyrst og fremst af því að þeir segja sko, og þeir segja það bara fullum fetum, það er bara því svokallega statsræson í þýskri pólitík er að styðja Ísraelsmenn. Það er bara nánast fylgir í að vera en einhvern tímann hlýtur það að koma til endurskoðunar, þú getur ekki stutt af einhverju samviskubiti sem að fremur þjóðamál. Nei, en það er meira þess að brýtur í bága við alþjóðalög því að ef að þú ert vitni að þjóðamálið þá berður að gera allt sem að í þínu valdi stendur til að stoppa það sem að horfi nú líka upp á Íslands stjórnvöld sem að en það er ekki fyrir fyrst núna, ég vilja halda því fram að það var ekki fyrir fyrst svona núna bara á vordögum sem að maður fór að heyra og sjá í þýskum fjölmiðlum einhvers konar umræðu það hvort að þessi rosalega samstaða með Ísraelsríki væri nú virkilega það sem að sko vegurinn sem að ætti að ganga til enda en fram að því bara í marga mánuði núna að þá hefur verið svona nánast órófin samstaða með öðrum aðalanum en þannig og auðvitað þá litast öll umræða jafnvel skiptir ekki máli hversu frábær fjölmiðillinn er í landinu litast að því sko. Þetta er mjög sérstakt á okkar heimsluta að jafnvel hugmyndin það að ég get stutt Ísraelsríki með því að vera á móti ríkisstjórn Netanyahu. Allt í hennu verður hún ekki gjaldgeng lengur. Þannig að það að styðja eitthvað ríki, styðja eitthvað þjóð, er að styðja stjórnvöld sem eru völd hverju sinni. Þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað eru margir áratugir sem að Vesturlönd þóttust hafa farið frá þessu. Nei, og þetta til dæmis bara núna, það var bara í síðustu viku var ágætis og svona dálítið þáttur á á annarri sjónvarpsstöðinni rásinni ríkisrásinni þýsku þar sem að fulltrúar gyðinga mættu til þess að ræða málin og þar náttúrulega kom líka í ljós hvað þar liggja leiðir manna alls ekki saman endilega. Þar skiptir líka máli úr hvaða hornið þú ert að koma og þú veist og það bara amerískir gyðinga líta allt öðru sem málin heldur en þeir sem búi í Þýskalandi þetta klífur þetta klífur bara þeirra samfélag líka
var núna í frönsku kosningunum og þá voru hluti af gyðingasamfélaginu sem lýsti við stuðningi við þjóðfylkinguna sem að stefnir að því að hafa tvöfaldan ríkisborgararétt þar sem að hluti þegnanna hefur minni rétt en aðrir sem er eiginlega bara upptakturinn af einhverju apartheid ríki í Evrópu. En þetta studdu sumir gyðingar, fórustum með gyðinga vegna þess að hinn kosturum að það að styðja fólk sem að styður frelsisbaráttu Palestínu. Já, og svo náttúrulega hefur kannski ríki eins og segjum eins og Noreg eða til dæmis Írland þar sem gríðarleg samstaða. Svipað og hér. Já, mjög svipað á Íslandi, meðal almennings, gríðarleg samstaða með palestínumönnum og þá ertu komið kannski bara í líka annað sjónarhorn. Þetta náttúrulega ríki sem hafa verið að berjast fyrir tilverurétti sínum eða gerðu það á sínum tíma og eru kannski þurfa svo sem alltaf að vera að hugsa og þar horfir fólk auðvitað bara á þetta allt öðrum sjónum heldur en, segjum úr Fraklandi eða Þýskalandi. Það er bara, og þó liggur ekki sko, haf á milli þessara landar sko. Nei. Herðu Bjarni, ég ætlaði að byrja þig að lesa þess smá úr bókinni svo við heyrum nú rödd Atef Abu Saif eins og þú flyttur hann yfir á íslensku. Dagur 40, miðvikudagur 15. nóvember. Það eru liðnir 40 dagar. Talan 40 hefur heilmikla merkingu í íslamstrú. Ef einhver deyr ætlast til þess að viðkomandi sé syrgður í 40 daga. En við erum ekki dauð, við erum hér enn. 5:30 í gærkvöldi var komið myrkur og allt með kyrrum kjörum að þér virtist. Við Móhamed vorum á leið heim til pappa þegar 2 ljósgeislar birtust á þröngri götunni fyrir fram að mig. Ég hélt að þetta væri skriðdreki eða háu ljósin á flutningabíl. Við blinduðumst hálfpartinn, svo var allt skjannabjart. Þegar ég leit upp fannst mér himinninn loga. Það var eins og ákveðin svæði í kampinum væru upplýst en önnur ekki. Þetta voru ljósgeislar frá drónum sem hermenn á jörðu niðri notuðu sér til leiðsagnar. Ísraelar hafa í meira en 20 ár beitt hátækni við víðfemt eftirlit sitt á Gaza. Það er allir pakkinn. Sjónaukar, hitamyndavélar, talstöðar, njósnaloftbelgir svífa yfir landamærunum, myndavélar hanga í vírum yfir einskismanns landi, herskip lóna fyrir utan ströndina og svo eru það drónarnir sem fara suðandum himininn í tugatali dag og nótt. Þetta stafræna hernám virðist kannski ekki yfirþyrmandi við fyrstu sýn. Þrátt fyrir að Ísraels her sé staðsettur handan landamærana hefur hann nákvæma innsýn í það sem gerist á Gazasvæðinu. Palestínumenn eru hins vegar ekki með lofther. Við erum ekki einu sinni með flugbraut eða sjóher, hvað þá hátæknibúnað. Við megum ekki vera með neitt slíkt. Maður hlýtur að spyrja sig hversu mikið óvægi þurfi að vera á milli stríðandi aðila til þess að hernaðar aðgerðir telist slátrun en ekki varnarstríð. Ég hætti við að heimsækja pappa. Móhamed velti fyrir sér hvort ljósaganginu væri ætlað að leiðbeina orrustuþotunum eða skriðdrekunum. Loks sagði hann, ég held að þessu öruggast fyrir okkur að vera inni. Þegar við vorum komin aftur upp í íbúð, gægist ég út og reyna að slá tölu og drónana og ljósgeislana. Þegar rökkva tók, skutu F-16 þoturnar á 2 hús í kampinum í eigu Al-Matun fjölskyldunar og Mati fjölskyldunar, beint fyrir aftan Mohannads shawarma staðinn góðkunna. Báðar byggingarnar gereyðilegust og nærliggjandi blokkir skemmdust. Í mörgum tilfellum höfðu útveggirnir einfaldlega hrunnið. Þegar ég stóð þarna upp á haugnum ásamt hópi fólks og horfði inn í íbúðurnar í þessum fjölbýlishúsum, leið mér næstum eins og leikara sem tekur við fagnaðarlátum áhorfenda á svölum og í heiðurstúkum. Blokkirnar göftu við okkur með hreinum furðusvip. Björgunumenn voru að reyna að ná unglingsstúlku úr rústónum. Það var eins og hún væri sofandi. Hún var í rauðum íþróttagalla, hún lá á bakinu, vinstri höndin hvíld á brjóstinu og minnti mig á þyrnirós. Steinsteypt loft hafði fallið ofan á rúmið hennar. Mennirnir fjarlæði brakið umhverju stúlkuna að mikilli varúð eins og þeir vildu gæta þess að vekja hann ekki. Það eru liðnir 40 dagar og maður veltir því fyrir sér af hverju heimurinn sé orðinn svo sturlaður að hann megna ekki að stöðva þetta stríð. Menn orða það ekki einu sinni. Takk fyrir þetta, Bjarni. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja þennan furðulega heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.
Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, heyrðu, það komið að svona sumarspjalli, við ætlum að hafa það pólitík, já, bara í heiminum og við fengi hingað gott fólk til þess að spjalla við okkur. Hérna Nikolí Mosti. Góðan daginn. Og Dominique Plattel Jónsson. Góðan daginn. Sjörullu Marquis. Og Viktoría Baksína sem heitir núna Snærós. Góðan Til hamingju með það, nýja nafnið. Takk kærlega. Já, fallið nafn, Snærós. Takk, já. Herðu, ég ætti kannski að segja að það er svona þráður í þessu hjá okkur. Að þú ert Bandaríkjamaður. Jú. Já, og hér eru 2 frakkar og 1 Rússi. Þetta eru lönd sem í svona pólitískri deglu og átökum. Og við byrjum á Frakklandi sem var, þetta ekki, þú ert vinstri maður, er það ekki, Gerard? Já. Ertu ekki fegin í dag? Jú, svo fyrir minn, ég skammaðist mín fyrir úrsliti fyrir umferð og ég þorði varla að fara út úr húsinu. En í gærkvöldi ég var mjög ánægður, samt ekki hægt núna að mynda ríkisstjórn í Frakklandi, en þetta annan mál. Nei. Það eitthvað sem við þekkjum hér. Þið eru óvön því að hafa samsteypustjórnir, kunnið það ekki? Það eru aldrei samsteypustjórnir í Frakklandi. Nú var minnihlutastjórn Attal að því að makronistar voru ekki með meirihluta á Alþingi. Það eitthvað sem við mótsagnakennt. Frakki kýs sinn mann í fyrri umferð og síðan kýs hann hægri mann ef hann vinstri sinnaður, vinstri mann ef hann hægri sinnaður, síðan Alþingi og frakkar upplifa bandalag samsteypu sem svík. Eftir að hafa sjálfur kosið andstæðingin. Þetta eins og Íslendingar, vinstri sinnaðir Íslendingar væru að kjósa Bjarna Ben. En vinstri sinnaður Íslendingur, hann kýs sinn flokk og síðan honum finnst eðlilegt að það sé myndað samsteypu stjórn. Þetta náttúrulega gerist í einmenningskjördæmum í seinni umferðinni og það var nú talað það, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því í forsetakosningunum í Íslandi. Það svona síðustu 3 dagarnir hefðir verið eins og seinni umferð, að fólk fór og flutti sig yfir á þann sem var líklegur. Það var þó ekki nema 10% kjósenda sem að gerði það, en réðu samt úrslitum. Það færðu sig yfir á, mikill meirihluti færði sig af þeim yfir á Höllu Tómasdóttur sem vann eiginlega seinni umferðina. En það er kannski Gunnar má segja líka að í Frakklandi kerfið er byggt þannig að þetta mun koma og hefur komið upp mörg skipti áður þó að það sé kannski ekki endilega skili sér í samsteypustjórn eða hvað. En þetta er stjórnarskrávarin réttur allra, þú veist að mynda þetta, kjósa sinn mann fyrst og svo kjósa í rauninni stjórnina. En ég sá bæði sérstaklega Bardella, hann var að segja að þetta hefur verið svona svindlkosningar af því að fólk snerist allir gegn sér. Þið eru að segja að þetta er svona í öllum kosningum? Þetta er svona í öllum kosningum. Þú veist, það hlutföllin breytast eftir því hver stendur betur af vígi og allt þetta. En samt sem áður, maður fann alveg ergelsi djúpt alveg dýfst í honum. Þetta er eðlilegt, fólk bara að kjósa það sem líklegastur til þess að vera þingmaður. Það er ekki skylda að þess eru bara búið að ýta hinum út, þannig að þú ert kannski bara 2 kosti. Hvað voru þið með marga kosti í þessu norður Atlantshafskjördæmi sem þið kusuð í? 2 kosti. 2 kosti.
En þú veist, þetta líka, ná verða að lesa þetta svona, eins og að flétta í bók og alveg þangað til að þú kemst að síðasta blaðsíðu til að ná öllu því sem að gerast. Kaust þú sama frambjóðandana í fyrstu og annarri umferð? Já, ég ætlaði að segja það. Ég gerði það. En þú, Sigurður? Ég líka. Já, það var auðvelt hér. Þú veist, það fór ekkert á milli mála og ég held að hann verið á Íslandi að það voru svona 16 allt í allt sem kusu þjóðfylkinu. Já. Slúsa, þú veist, á Íslandi. Það er, og ég var að hlusta líka... 16 af 23 eða? Nei, ég er að stýra. En ég var að hlusta líka á frétta rítara fyrir Frans 24 í Bandaríkjunum og hann mjög öflugur fréttamaður og hann var líka, þú veist að segja að í Bandaríkjunum þá eru vandamál og þá er þetta stórt land, það er margir frakkar, vandamálin eru allt öðruvísi en í Frakklandi. Þannig að það kemur líka sem svona jafnvægisstöng inn á milli og það gildir alveg alla frakka erlendis en það er hvað, ég held að sé 11 þingmenn fyrir frakka sem eru búsettir að kjördæmi eins og við varum með kjördæmi það sem að 55.000 Íslendingar sem eru með lögheimili erlendis myndu kjósa í sínu eigin kjördæmi og færi nú bara ég held að sé bara eins og helmingurinn af annað Reykjavík kjördæmi ég held að sé bara svipað. Já, það er nefnilega málið. Má ég spyrja einn varðandi bara Alþingi Frakklandi hún alltaf fungerandi? Því í Bandaríkjunum náttúrulega við erum með okkar vandamál en það mörg lög og það það að orðin þingin og okkur hún ekki heldur fungerandi vegna þessi bíl á milli pólitísk hugmyndafræði og annað. En hvernig það þegar það kemur til þess að vinna verkinu? Allt þessi nýja þingmenn hægt fyrir frakkar og okkur hinnum sem fylgist utanfrá með væntingar hvernig gengur það? Mun það fungera? Hafið þið trú á því að þessi gjá, hún ekkert svo stór? Sko, þetta ekki beint gjá, myndi ég segja. Vegna þess að einu sinni sko, það var greinilega einhver svona svolítið góðir sem sáu stjórnarskrá 50 og eitthvað fyrir 5. lýðveldi Frakklands og gerðu ráð fyrir að landið verður aldrei óstjórnandi þú veist og það til dæmis núna síðasta þingi þar sem Macron var ekki með meirihluta á þingi þá var gert ráð fyrir að stjórna með það sem kallar 49.3 sem grein í þjóðskráni sem leyfir ríkisstjórn sem sagt að taka ákvarðanir fram hjá þingi. Þannig að þetta fungerar, þú veist, en það ekki kannski beinlínis að lýðræðið sjálft að fungera. En máttu nota þetta bara í hvað sem og eins oft þú vilt? Og það ekki þannig að getur þingið ekki fellt þetta seinna? Að því að sömuleyti þá nú Bandaríkjunum stýrt svona með tilskipunum. Já, tilskipunum og executive order. Þannig þetta kannski svipað. Ástæðan má vera með vantraust tillögu. Já, það það eina. Já, þetta það eina sem hún getur gert. En Macron, hann hafði ekki meirihluta. Þannig hann þurfti að semja máli gennum þingið. Í stundum samt til hægri. Eins og í innflytjendamálum? Oftast. Já, oftast. Og sára sjaldan til vinstri. Já, oftast einmitt og ég held að þetta nú verið vegna þess að vinstri öflin, þú veist, hafa verið, sko þetta var í fyrsta, ekki alveg fyrsta skipti, en þetta var svona eitt skipti þar sem loksins sósíalistar og vinstri öflin komu aftur, sem sagt inn sem styrk en ekki sem sundrung og ég veit ekki hvað. Þannig að, en þau gátu samt sem þau ekki sameinast allt og það var oft ansi skrautlegt á þinginu og þess vegna var oftast farið að nota 49.3. Þið bara aðeins að kosningunum sem voru, þessi sveifla, hún var ekki meiri heldur en að þú þorðir að vona eða? Jú.
Þú varst eiginlega bjóst við því að þjóðfylkingin gæti kannski verið stæðsti þingflokkurinn. Jú, ég vel fengið meiri hluta, það kom til greina. Það þarf að vera með 289 þingmenn til þess að fá meiri hluta, það eru 577 þingmenn á þingi. En spurningin af hverju í þessu landi, Frakklandi, af hverju svona margir sem kusu öfga hægri. Ég spyr þig, af hverju nýtur meir en þriðjungur Frakka, af hverju styður það þjóðfylkinguna? Hvað er það sem þið sjá í þjóðfylkingunni? Ég tala Má ég hugsa. velta spurningu í skottun á hans? Er þetta ekki svona öfgabilding? Þannig að þeir eru bara í öllum þessum löndum, þetta er bara óánægi, hún myndist í bilding. Hvað, er það eitthvað svoleiðis? Ekki 33%. Nei, sko það sem eitt hluti í því er auðvitað mjög sterk og mikil óánægja sem er blanda af því sem að gerast í heiminum og því sem að gerast í Frakklandi og stjórn Macron sem fór mjög fljótt frá ekki hægri, ekki vinstri heldur, ekki miðjan heldur og fór mjög hratt yfir í alveg hægri gír. En svo líka að Marine Le Pen hefur haft hvað mörg ár til að það sem kallað djöflavæðaflokkinn. Einmitt. Og smám saman þetta vinst. Og af hverju var unga fólki mikið að kjósa Bardella? Ekki út af því sem hann var að bjóða í sinni stefnu, heldur vegna þess að hann yfirtók TikTok. Skilurðu? Þannig að það er svo margt svona sem kemur inn. Það er eitthvað skrítið vegna þess að stjórnmál hljóta að ráða við það þótt að hluti af borgurunum séu óánægðir. Þannig er það bara. Já. Og allt í einu bara, við réðum ekkert við óánægða fólki og það fór allt yfir til hægri. Eða TikTok. TikTok, hvað ekki ykkur frá TikTok? Það getur ekki verið þannig að þetta séu skýringarnar. Sko þetta er hluti af skýringunni, þetta er ekki öll skýringin. Nei. En þú veist þegar þú ferð, ég meina, popúlismin með alveg ákveðnar línur sem fara eftir. Hann talar við fólk sem upplifir að stjórnarstefnan ekki að þjóna okkur. Já. Stjórnarstefnan að þjóna okkur allt öðrum. Macron hefur fyrst og fremst verið að þjóna allra ríkustu og einhverju elíti í þessu samfélagi og við erum skilin eftir og við könnumst ekki lengur við landið okkar eða hvað. Jú, en fólk ætti að kjósa til vinstri. Ég vil reyna að skoða ástæðu til þess að kjósa löpinista. Þetta vaxandi kynþáttahatur á Íslandi? Ég held það ekki. Auðvitað, það voru hryðjuverk í Frakklandi, það sem næstum fikk 400 mistu lífi, en samt sem áður, ég held ekki að kynþáttahatur sé vaxandi í Frakklandi. Hvergi í Evrópu giftast ungt fólk af arabiskum uppruna, frökkum. Þetta 75% hjá körtlum, 50% hjá körtlum og 25% hjá stúlkum. Og Frakkland ekki með ríkiskirkju. Ég meina, þetta og þar að auki, þegar maður skoðar úrslit kosninganna, maður sér það að þeir sem kusu löpinista búa elst í sveitum, þeir sem búa í borgum, það sem borgandi af arabum og sveitingum og svona, þeir kusu ekki löpinista. Þeir sem kusu löpinista búa í sveitum, það sem þeir hafa varla séð araba á sinni ævi. Þannig að ég held ekki að það sé útskýringin. En ef við skoðum önnur vandamál, eins og hvað vandamál sem núna í þjóðfélaginu, fátækt,
Já, það eru 6 milljónir fátækir í Fraklandi, en þeir eru jafn margir hlutfallslega í öðrum löndum. Velferðarkerfi er ofboðslega þróað í Fraklandi. Og skattar eru háir til þess að einmitt láta þetta ganga. Þannig að þetta var í útskýringin ef það var í allstaðar, en það var bara í Fraklandi. Under vandamál, orkumál. Frakkar eru ótrúlega hefnir, þeir eru með kjarnorkuver og sem sagt orkuverð hefur ekki hækkað í Fraklandi og það hefur hækkað ekki eins mikið í Hollandi eða Þýskalandi eða Bretlandi. Alls ekki og framtíð mjög björt á meðan Þjóðverjar eru í skítnum að við eru búin að hætta kjarnorkuver. Framtíð Fraklands á því sviði ótrúlega bjart. Frakland fyrsta turistaland í heimi. Það það bil 100 milljónir sem koma á hverju ári. En það það sem þessi hærri afl sem við sjáum bara víða heiminum, það það sem þau gerir. Þau segja nei, það rangt fyrir þig. Þú hefur þetta ekki gott. Hluti ekki að fara batnandi. Ég sé þetta í Bandaríkjunum. Það ýmislegt sem að og ég ætla ekki að verja allt, en víst hluti að fara batnandi, en ef þið hlustir á málflutningu þeim sem á hærri og þeim sem standa með þeim sem vilja, en svo hærri á Fraklandi, þau segja nei, þú hefur rangt fyrir þig, við erum ekkert, hluti ekkert að skána og fólk, ákveðin hluti fólk sem eins og þú segja, þau ekkert að missa þeirra vinnu til innflytjendur, en samt innflytjendur allan vandamál. Það eitthvað í þeirra málflutningu. Jú, það svo auðvelt að hata útlendinga. Já, það svo auðvelt að vera rasisti, þetta allsherjar útskýring. En allt hitt sem segir bara það ekki gott og framtíð í Frakland ekki bjart, það ekki rétt. Já, en hérna, sko, það ekki þannig í Fraklandi að þú ert með hérna svona eins konar riðbelti í norðurinnu þar sem að fólk hefur það ekkert sérlega gott. Nei, það sé bullandi hagvöxtur í París og í stærri borgum, að þá bara deyfði yfir okkar bæ og hefur verið hérna og það atvinnuleysi hérna og það ekki framtíð og börnin að fara til borgarna til þess að finna sig einhverja framtíð og hérna eitthvað deyfð og hvað gerir stjórnvöld? Þau horfi ekki á okkur, takk ekki svona eftir okkur. Þeir alltaf að tala eins og þú gerðir að við höfum það svo gott, eins og ég ekkert endilega að segja við höfum það gott. Þetta ekki líka hluta vandamálinu? Að staðan bara að gera ólík. Hvort þú býrði í fallandi byggð eða ert í blússandi að fara undirbúa Ólympíuleikana í París. En veistu það, Gunnar, það líka eitt sem hefur verið mjög mikið umtalað og það það sem hefur verið kallað eyðimörk, svona lækna eyðimörk. Og öll þjónustan í rauninni fór úr sveitunum, þú veist, og þurft að fara í næsta borg til að fá þjónustu. Kallar þetta lækna eyðimörk? Já, það kallað le désert médical. Þið finnir þessa tilfinningu á Íslandi eða farið það sem að fólk kvartar yfir mest í minni bæjum í Íslandi óttinn við það að heilbrigðisþjónusta sé að fara frá þeim. Akkurat. Og þetta hefur áhrif og svo annar þáttur sem ég vildi bæta við því sem þú segir ég algjörlega sammála þér í öllu sem þú veist að segja. En það má ekki gleyma að fjölmiðlaöflin hafa spilað ansi sterkt inn í þetta. Og Bolloré grúpan til dæmis, þú veist, ég minna þeir eru svo óforskamaðir að rétt 10 kvöldi sem á að hætta að tala kosningar í öllum fjölmiðlum sem mjög gott í rauninni. Ekki eins og tala kosningaþátttöku? Já, einmitt, en þeir byrtu svona falsfrétt akkurat þá sem ríkisstjórn Atal var að svara. Svoleiðis að fólkið sem eins og gulvestingar sem og allir sem í raun finna að sig gengið svo sterkt inn á þeirra tilveru einfaldlega og allt sem í kringum líka baráttan eftirlaun og þess áttar. Í rauninni þetta fólk komið alveg út í horn og þú veist og þar geta þau varla hlustað á annað en þeir sem syngja besta söngin. En Sérhært, ætti það ekki að vera sósíalistar?
Hérna, hún er að lýsa fólki sem eru akkúrat. fórnarlömb sko, kapitalismans og Akkúrat. alþjóðavæðingar og misskiptingar í samfélaginu, rúið framtíð. Akkur ná ekki sósíalistar eirum þessa fólks? En ég ætla að koma Sögulegt. núna með tilgátu. Ef ég segi að það sé ekki kynþáttahatur, ef það ekki efnahagsástand, Macron tókst að lækka atvinnuleysi í Frakklandi. Þegar við horfum á gamlar serjur franskar, atvinnuleysi aðalmálið, plága. I dag var aldrei talað atvinnuleysi í kosningabaráttu. Þetta búið. Fólkið ætti að líða vel og frökkum líður mjög illa. Akkur? Bon. Ég sé það ekki bara út af þessum skoðanakönnunum að því að mótmælendur líður alltaf vel og kaþólíkum illa. Ja, það hvergi, lífið helvíti í Frakklandi, Ítalíu, Spáni og svona og þetta draumur í dós í Finnlandi, í Norður-Svíþjóð og á Íslandi. Að því það má ekki kvarta, já. Sem sagt, og mótmælendur í skólakonunum svara alltaf jákvætt. Og Íslandingarinn þá meira að við eru svolítið þjóðinni sinnaði. Nei, þetta ekki út af því. En frakkar eru svartsinnir. Þeir eru mjög óánægðir. Og af hverju, og ég með tilgátu, tvær. Ein að Frakkland á alþjóðatvangi staða Frakkland hefur dvínað, Frakkland hefur lækkað í tíkina í Evrópu, í Afríku, á ýmsum sviði. Ekki í fótboltanum? Ekki í fótboltanum. Og það náttúrulega innflöks penning þar. Ekki í íþróttum. Ég var að rifja upp daginn á tíma de Gaulle. De Gaulle var stóri maður sem gerði kraftaverk á öllum sviðum. Frakkar fengu eina medalju í Olympileikunum og það var í raun og veru hesturinn sem fekk medalju. Núna fá fullt af medaljum og brillera í öllum íþróttum. En þýðir það eitthvað, ég man eftir bók eftir Romain Gary sem var, sem sagt, eftir 6 dögt þú verður getulaus og þá byrjar þú að sýna hvað þú ert flottur í íþróttum. Ok. Hvað ég hlakka til. Já. Svona Frakkland í dag. Það, en tilgáta nummer 2, ég kem með núna, þetta tilvistarkreppa sem mjög djúp og þetta þannig að þegar Ludvig XIV á 17. öld lét byggja verksmiðju til þess að selja franskar vörur og sem sagt fá fjö út úr því les Gobelins og la manufacture de Sèvres og svona. Þetta var ríkisvaldið sem tók ákvörðun. Svona hefur verið Frakkland síðan. Misstýrt. Og það svo slæmt? Ég held það ekki. Það sem gerist núna, það frjálshyggja og frjálshyggja ráðandi í Bruxelles. Allt á að vera engavætt. Og það má ekki stýra, það má ekki vera með svona áætlanir eins og Frakkland. Og allt stort sem hefur verið gert í Frakklandi þetta sem sagt ríki sem tekur ákvarðanir. Rallista, Airbus, þetta evropskt samt, elflugar í Frankrike og svo dæmi, kjarnorkuver, svo dæmi séu tekin. En núna það bannað. ESB
bannar alltaf að vera engavætt. Þannig að það er búið að banna svona nation building, að byggja við Frakkland, það er bannað. Já, þetta það sem kapitalistar alls staðar í heiminum, þeir bara vilja græða, þetta þeirra markmið. En kapitalisti á Íslandi, hann að leita tækifæri, það mistekst, skiptir engu máli, snúa sér að öðru. I Frakklandi, kapitalister býða til að gerðu það. Ríkisvaldið byggði ramma fyrir það og styrkti og fjármagnaði og svona og þetta ekki hægt. Þannig að þessi tilfinning að Frakkland ekki það sem það var. Ja? Frjálshyggja sem á ekki vel saman við Frakkland hefur eigur sem sagt vannliðina. Ég sem Íslendingur geti ég skilið seinna hlutan. Það var verið að loka þarna 3X skæin á Akranesi og þá var bæði bæjarstjórinn og formaður verkalýðsfélagsins að vonast til þess að kæmi einhver kapitalisti og kæmi með vinnu til þeirra og ég var að skrifa eitthvað svona býtu okkur stofna bara bæjarbúar ekki fyrirtæki. Ég meina við stofnum bæjarútgerðir hérna og ég meina Ísland var meira og minna rifið upp alveg svo út að lýsa Frakklandi með fyrirtæki ríkisins, sveitafélaga, samvinnufélaga og annað slíkt. Fyrri hlutin, þarna með að Frakkland hafi einu sinni verið stórveldi. Það þekkja við Íslendingar ekki. Þannig ég að velta fyrir mér ef ég bara rútubílstjóri í Suður Frakklandi og vinn við að keyra túrista. Hvaða máli skiptir það fyrir mig að Frakkland hafi einhvern tímann átt nýlendur og verið stórveldi og franska hafi verið aðaltungumálið. Hvaða máli skiptir það fyrir mig? Já, jafnvægi í rauninni innanlands á öllu sem sagt að þú sér hluti að einhverju stærra. Sem þarf að vera, sem að var eins og stort en er núna minna. Já, einmitt. Þetta er líka að tala um þetta í Bretlandi, þetta sé eiginlega rosalegt mein í Bretlandi að þurfa að lifa við að vera miðlungs-Evrópuríki, eins og Frakkland er, miðlungs-Evrópuríki. Þú veist, við fáum þetta í arf, sko. Eitthvað finnst það erfitt. Já, mér fannst það fjandi erfitt hérna þegar ég var í menntaskólanum að einmitt að hugsa um þetta, sko, þú veist að fara út frá þeirri mynd sem sagt að Frakkland var bara innanlands, það fór ekkert út fyrir landamærin, en þú veist að Frakkland var bara sjálfur sem njó. En svo Dóttir mín var í 7 ára bekk í Frakklandi. Hún kom heim og sagði sko ég held ég að þurfti að læra nöfn á okkur 5 kóngum í dag bara. Já, nákvæmlega. Þú veist að þetta sýttu þar eftir sko. Það er verið að segja söguna bara, stórveldi söguna. Já. En svo er þetta sem mér fyrst líka að koma í viðbót og kannski nær okkur og það er að gólismin hefur haft mjög sterk ítök sett í pólitíska lífinu og smám saman hafa sósíalistar sem maður þekkti sko í byrjun 20. aldarinnar þú veist, sem voru sterkir og sem gerðu Frakkland að því sem það er í raun í innviðinu í dag og smám saman fóru þessir sósíalistar og endar með Holland forseta í að vera hægri sinnaðari heldur en miðjan svo lýsa Starmer er í Bretlandi og Tony Blair var þú veist, þá hverfur þessi möguleiki að finna einhvern sem talar fyrir þig þegar þú ert akkurat í skýtnum þú veist, þrátt fyrir hvað Frakkland var stórt og stolt og allt þetta þrátt fyrir nýlendur. Já, eitt er að stjórnmálin sjáu hver staða fólks er en svolítið annað sem að hér þetta er að segja er að við séum að byggja þetta upp saman að við séum að byggja saman upp Frakkland, eða ekki? Þú ert að tala um það að það er farið, nú hefur við bara að bíða og svo koma þeir með Frakkland, einhverjir ríkir kallar
Það er svolítið eins og þú segir, bara að vera að kalla á fyrirtæki, koma að bjarga Akranes. Það er svolítið það er kannski þar sem okkur sál að vera okkur bjargandi eru seldur til frjálshyggju, bara inn kemur Nestle og bjarga okkur. Þú veist, þetta er líka að maður horfir á þetta. Fyrirtækin, leið þau verða stærri, í Fraklandi ekki að tala lengur út fyrir það, en það er ekki lengur verið að hugsa velferð starfsfólkins. Það er að hugsa arðinn. Já. Þú veist, og leið þú ert komið þangað, þá er þetta glatað. Eitt besti dæmi sem kemur bara sterk í hugunum mín er þegar Amazon ætla að byggja sína fyrirtæki þar í New York og Alexandria Cortez bara ekki hér og hún hefði svo rétt fyrir sig vegna þess að nú hvað eru starfsmenn þessi fyrirtæki, þau eru berjast fyrir bara grunn réttindi sem verkamenn og ekkert að vera bara nútíma þrælar fyrir miljamæðingur. Þeir eru að berjast fyrir því að fá að fara á klósettið. Nákvæmlega. Og þetta er svona, og þetta er náttúrulega það. Þessi litla, við sjáum, ég veit ekki hversu það er í Fraklandi en í Bandaríkjunum, það er mjög mikið þessi litla bæri eins og við tölum Akranes og svoleiðis. Þeir eru berjast fyrir þeirra líf og tilveri og þá kemur Amazon eða hvað það er inn og ætla að stofna fyrirtæki og ég meina hvað erum við að horfa á í Ölfussi? Hvað erum við að framselja fyrir þessi atvinnutekjur og uppbyggingu sem kemur að höndum öðrum og hver lendur við þá? Fiskeldi á Vestfjörðum, það sem að kvótinn fer og svo kom einhverju normenn með fiskeldi í staðinn. Bláa lónið og Þjórsárdal og víðar og þú veist það lokar fyrir fólki í frjálshyggjunni algjörlega. Þú veist og þetta er í raun, þetta er vandamál sem er heimsvandamál að sjá hvernig fyrirtækin, hvort það sé Microsoft eða Epic eða hvað sem er, hvernig þau meðhöndla starfsfólki. Þú veist það bara þau eru ekki nýtt. Það er ekki einu svona í peð. Og brjóta niður samfélagi. Já, og þeim sem við kjósum til valda. Við skulum bara hafa þetta, við byrjum að tala einmitt kostningar á Fraklandi og eitt sem, sem utankomandi sem ég horfa á er kannski þessi vinstri sveip, þeir halda bara betur utan eins og þú sagði, það sem er misstyrt. Það sem lög og reglur segja hvað við erum að verja og það eru einstaklingur í okkur samfélagi. Þeir hafa það réttindi sem vinnumenn, sem borgarbúi, sem ömmur og afar og sem námsmenn og það er það sem pólitík og þeim sem við kjósa, þeir ber ábyrgð gagnvart okkur. En Nicole, er þetta ekki komið miklu lengra í Bandaríkjunum heldur en í Fraklandi? Þetta er svona niðurbrot samfélagsins? Já, bara þetta er svo margslungan og þetta er einmitt þegar ég fæ skilabóð frá þeir í gær, ég bara, já, hvernig á ég að tala þetta vegna þess að þetta er svo margslungan, við höfum svo í Bandaríkjunum, við höfum bara seldur þjóðarsál eftir og eftir og eftir, ekki bara nýfjálsöki, nú við horfum á öfgahæri trúariðgun og ég veit ekki ef þið veit þessi sem þið tala stefna 2025 sem er 900 blaðsíður plagg sem er hæri eins hæri og hægt þar sem þeir eru með stefnu og áætlun til þess að fara inn í bara allt sem varður hvernig Bandaríkjunum er rekið, bara öll reglugerð, öll dómskerfi og allt til þess að stuðla að ákveðin ég veit ekki einu sinni hvar maður að byrja með þetta, bara að svipta réttindi frá hinn venjulega borgarbúar og færa það í raun og veru til valdhafa. Og valdhafa eru þeim sem á Amazon og SpaceX En það er einn spurning þá, Nicole. Það er í raun valdið í samfélagi er búið að færast frá yfirvöldum sem við kjósum yfir í einingar sem eru á eigin ferð og eigin plánetu. Þannig að það er tengslin við almenningin og gegnum yfirvöldin er bara það. Þeir ríku fara með ríkisvaldið og það þjónar þeim. Og þeir eiga. Þetta er alræði auðvaldsins. Já, einmitt án athugasemda eða það er ekki hægt að grípa inn og mótmæla eða vera aktivisti. Því að fyrirtækin hafa mannréttindi og það mátt ekki. Það eru fyrirtæki sem hafa stemt þjóðríkjum yfir því að einkavæðing gekk ekki eftir. Já, einmitt.
Og bara þegar foreldrar mín eru ung, þá þetta tími borgarréttur, civil rights movement og þannig koma úr rosalega mikið verkamanna. Ég kem frá Michigan, svo þetta allt átti heima þar. Og núna, ég menna, General Motors, eitt stærsta bílaframleiðari, var að fagna þess að loksins að koma eftir með réttindi sem bara eitt brot af réttindi sem þau áunni þegar foreldrar mín voru ung og faðir mín, hann var kleift að vinna samhliða nám og starta sína fjölskyldan vegna réttindi sem hafði þá. En núna bara bróður minn sem vinnur fyrir afspróta fyrirtæki sem var General Motors, hann á valla sín rétti, hann að vinna 12 tíma vaktar og þetta bara klikk. Þannig að kjör og réttindi verkamanns í dag í Michigan eru miklu verri heldur en kjör foreldrana. Þetta í rauninni, þú veist að tala fólk sem fær ekkert að fara á klósettið. Þetta nákvæmlega sama ástandið sem var í byrjun iðnaðarvæðingar. Já, einmitt, ég var að segja það í dag. 150 árum, sko. Það var, vinkona mín var að tjá sig þessi stefnu 2025 og hún nefnði sérstaklega kvennaréttindi og sérstaklega fóstur, kvenna heilbrigði, ég veit með að segja þetta ekki bara fóstureyðingu, þetta kvenna heilbrigði, hvað það í húfi og það ekki bara það, við erum að horfa fram iðbylting í Bretlandi þegar börn voru að vinna í fyrirtækjum, við erum að tala svona að við förum þangað, ég meina þegar fá fyrirtæki, ég var að lesa daginn eitt stærsta tísku fyrirtæki sem á Ítalja hefur fært inn kínverska verksmiðja á Ítalju og samt að selja tískuvöru fyrir bara brjálaða en þau eru að framleiða þetta á Ítalja í staðan fyrir Kínu. Þetta að gerast í Bandaríkjunum og víða en í Bandaríkjunum þetta einmitt svo margslungen og það sem náttúrulega þegar ég geng inn, það fyrsta orð sem ég sé spilling og það það sem við erum að sjá í okkur pólitísk fulltrúa. Það þröskuldurinn svo lág í Bandaríkjunum og það það sem og núna ég bara tölum það stærstu sem við þurfum að kjósa og ég bindi alla væntingu við það sem ég sá í Frakklandi að þetta viðsnúning á milli fyrst og annar og menn hrættir að segja bara nei, Biden má ekki fara fram þegar við kjósendur, við erum að segja nei. Við þurfum annað og við höfum öll efni. Ég meina við höfum menn eins og Hakeem Jeffries, við höfum konar eins og Gretchen Whitmer og Elizabeth Warren og við eigum svo mikið efni í okkur demokrat. Við höfum það en við erum hrætt við að taka það skrif og segja Biden, takk fyrir allt sem þú gert, takk fyrir að setja okkur eftir og réttum braut og það sem ég óttist að fólk ekkert að fara út að kjósa og það viðsnúning sem Trump og menn eins og hann og menn sem sett hann upp, við skulum bara vera hreinskilin, þetta ekkert mann sem að stýra allt þessar breytingar, það milljón öfl bak við honum og alls konar aðgerðir sem að fara í dómstólum, við megum ekki gleyma hversu mikilvægt í Bandaríkjunum, þetta stór, það sem gerist í sveitifélag okkur, hefur áhrif á dómstólum og þessi breytingar upp á fylgilevel og svo hærri, ég menna, Roe v. Wade var fært niður til fylgjum. Og það mun keyra ef hann kemur eftir alveg upp til en allavega þið sjáu þetta spillingur hún bak við okkur pólitísku fulltrúar en við sem kjósa þurfum að standa upp núna og segja nei. Ég vona að ykkar vegna Bandaríkjamenn að það sé einhver í Bandaríkjunum sem betri kostur heldur en Biden. Ég held að við það væri illa komið fyrir ykkur ef þetta væri það allra besta sem að Gunnarsmaður, við þurfum að vera hreinskilin og nú sjáu þið, það bara ótíslega það snýst ekkert bara Bandaríkjunum en þetta Bandaríkjunum þrátt fyrir að við gerum allt svona með þetta það ennþá stórveld og það ákveðnar sem tekin þar og hlutunum sem gerist þar sem hefur áhrif á heiminum og við sjáum það og þetta við þurfum að fylgja Frakkar við þurfum að gera það november þarf að vera Takk eftir, ég gamall en ég hef ekki sofið hingað til Nei í þessu sólvástætt Já, þú nær því
Þú getur andað léttar. Viktoría, ég var svona að tala við þau hérna megin. Já. Svolítið að hérna... Já, ég var að hlusta. Já, ég var nefnilega, ég ætlaði að spyrja þig að því að sumuleyti þau að lýsa sko þróun samfélagi í átt að svona ólígarkisma, þar sem að þeir sem eiga peningin og þeir sem eiga bara allra mesta peningin, samfélagum er stjórnað út frá þeirra hagsmunum. Og ólígarkismi er náttúrulega eitthvað sem að maður hugsaður til Rússlands. Finnst þér sko lýsingin sem að þau eru með að þetta eigi eitthvað skilt við þróunina í svona hvernig Putin komst til valda og hvernig hann notaði völdin upphafi? Já, nei. Það er bæti þar sem Putin komst til valda fyrst og fremst vegna þess að hann samdi við oligarkana á sínum tíma. En hann er frekar klár maður þar sem þegar hann komst til valda þá sneri hann við og margir oligarkar bara lendu í þeirri stöðu að þeir þurftu annarkvort að flytja eða allt í einu voru kærðir fyrir alls konar glæpi og ríkið svo náði bara að taka yfir fyrirtæki þeirra. Við sáum þetta með Júgosmálið og Hodorkovski og það voru náttúrulega fleiri. En á sama tíma þar sem hann samdi við oligarkana þá fattaði hann að það er frekar hagkvæmt að vera með svona hvatakerfi sem getur náð frekar góðum árangri. Og ef við skoðum valdakerfið eða valdapíramíðu, af hverju Putin er ennþá svo sterkur allt í einu, af hverju er mótstaða eða mótspyrna ekki eins hæf að ná slíkum völdum, af því að hann náði að koma með fólkið í gegnum þetta hvatakerfi sem verður trúr honum, verður hollur. Þetta maður, þetta fólki verður holdt og verður alltaf nálægt honum þrátt fyrir allt en á sama tíma trúi ég ekki að Bandaríkin myndi lenda í svipaðri stöðu þar sem nýfrjálshyggja og þjóðernishyggja er allt öðruvísi en í Rússlandi, því í Rússlandi þetta er alltaf við erum sérstakt, einstakt ríki sem mun fara sína ein leið þrátt fyrir allt, þrátt fyrir einangrun sem við getum alveg bara byggt okkar ein paradís þannig séð. En Bandaríkin, þetta er eins og þetta hefur alltaf verið sagt, þetta er melting pot. Það eru svo margir, það er svo mismunandi fólk, það er ekki svona einsleitt. Ekki þjóðríki. En í Bandaríkjunum þá þegar forfeður eins og sagt það áttu vera checks and balances. Það áttu vera, en nú sjáu þið bara seinasta dóm sem fætt frá Hæstaréttur. Við vorum að færa meira vald til forsetans. Einn af okkur check og balance var fært og það ýmis önnur kvæði og dóm sem fætt þarna sem hefur tekið af okkur eða fært borgarlega réttindi yfir til hins valdmikið og svona það gert smátt og smátt. En Rússland hefur verið forseta ríki. Þessi dómur er náttúrulega mjög alvarlegur þar sem er sagt að forsetinn hann þarf ekki að fara eftir lögum. Það er bara að við erum komin í konungsríki eftir. Það er það. Eða Rússland. Og hann má ekki verið kærður eftir á. Það er svona, ég horfði á Donald Trump stend og segja við þjóðin I hope he does the right thing. Að tala varaforseti að fara inn og staldra gilding, kosningar okkar. Og þetta núna, þetta í húfi, að við sáum það gerast og Hæstaréttur segja, nei, kannski skiptir þetta ekki máli, það hann má gera það. Og þetta, svona missum við vald. Það skiptir ekki máli, við mætum og kjósum demokrati þegar hann fer þar og getur
fara inn og brýt sínu lög og gera hlutunum og alveg eins og hvað númer var það á Frakklandi, hann getur gera sína executive orders. Það tók bara 4 ár fyrir okkur að missa ýmis réttindi. Að við erum að tala önnur 4 ár þar sem hann hefur haft og hans fólk hefur meiri tími, að þetta kannski gerist ekkert á sama hátt. Og með sama, við eigum með okkur oligarks, Elon Musk og Jeff Bezos svolítið oligark. Hvað erum að færa þeim? Við höfum nú þegar fært ákveðin verkamannaréttindi til þeirra. Það var að koma út stór í New York Times þar sem SpaceX Texas ríki hefur í raun og vera bara fært SpaceX frjáls spíl við náttúra í kringum þar sem hann að skýta upp. Þetta er bara svona hægt og róleg og við erum að sofa á vöruð vegna þess að Já, þetta er rétt byrjað, þetta hefur verið í gangi í Rússlandi í mörg ár. Þannig að þetta verður en verra kannski. Þar sem Rússland frá því að Sovétríkin hrundu hefur verið forseta lýðveldi, þannig séð að forseta ríki og forsetin fór með valdið og fekk enn meira valdið. Til dæmis 2012 var lögum breytt og forseta tímabil breyttist úr 4 árum í 6 fyrst og fremst. Og svo árið 2020 það voru ákveðnar umbætur gerðar við stjórnarskrá sem bókstaflega segja forsetin getur verið kjörinn ekki bara 2 heldur eins mörgum sinnum og hægt þangað til hann deyr og svo framvegis. Og það er annað sem við vorum að tala svolítið TikTok og fjölmiðlana og samfélagsmiðlana og hlutverk þeirra í þessu spili. Og það sem var gert til dæmis 2020 og jafnvel aðeins fyrr þá hafði ríkisstjórnin í Rússlandi samband við bloggara sem voru vinsælir á þeim tíma og þessir bloggarar voru að miðla upplýsingum þessar umbætur en samkvæmt þeirri stefnun sem var frekar góð fyrir ríki sem sagði já það er gott sem sagði við verðum með sterkan forseta og bla. Og sama gerðist núna í mars, febrúar 2024 rétt fyrir forsetakosningar og þrátt fyrir allt, þrátt fyrir mótstöðu, mótspyrnu, mótmæli þá sjáum við Putin enn og aftur sem forseta Rússlands og það bara veit maður ekki hvað væri hægt að gera. Þar sem öll tól sem bara og tæki eru í höndum þessa oligarka eða fólks sem kom til valda í gegnum hvatakerfið sem var stofnað bara löngu síðan og vill helst ekki sleppa þessu valdi. Í Rússlandi þá var náttúrulega ekki þroskað lýðræðisríki og ekki mikið svona check and balances og dómskerfið hafði verið pólitískt áður og þar fram til göttunum. Þannig að Rússland eiginlega fellur undir Putin. Tilbúinlega einfaldlega. En þú talar svolítið eins og þú óttist að Bandaríkin geti gert það sama. Nú Hæstiréttur byrjar að þjóna. Og það er ákveðin. Þannig að þessi hugmynd sem þú kannast við það. Já, en það er fyrra tímabili Trump. Að Bandaríkin er svo sterk að hann kemst nú ekki upp með neitt sko. Já, þú byrjar að efast það. Ég viðurkenni það að þegar 2016, nú átti ég stærsta syndu heimsins í Kausaki. Og ég kaus ekki vegna þess að ég var ekki sátt við það því að ég fann einu sinni en hér er ég með 2 kostur og ég er ekki endilega sátt við þeim og ég var að kjósa í fylgir sem er blá. Þú spyrðu sér að sem er alltaf að kjósa ég hef ekki mist síðan mér er alveg samlega þetta var í borga eða ég kjósa allt og hvert ég alltaf þau kjósa en því að ég var að fara að kjósa þar sem ég óttist ekki neitt hvað var það minni frelsi ég var að kjósa í Massachusetts Senator Warren bara flottist Governor Healy ég er upprunalega frá Michigan sem sveiflur og maður sér alls konar en ég var svona nei, ég bara ósátt við þetta mitt atkvæði á þess ár fyrir því að ég er ekkert að kjósa ég verð einu þessi sem er ósátt og daginn þegar hann kosið það var svo skrítin vegna þess að þá var ég svo
svo heppin og að ég var kosin, ég var kjörin inn á þingi hér á Íslandi og þá voru hversu mörg flokk að fara og ég var að ganga inn í þinghús og mér leiðan svo eitthvað dó, svo frænka mín heima dó, ég var bara, guð minn góður, ég að taka þátt í lýðræði sem skiptir mér svo rosalega mikið mál og ég sé að það eitthvað gerast og það hefur hægt og bítandi og nú ég fylgist með allt og öllu og þessi 2025, þessi stefna, einn sem undir þar málfrelsi og ég sit og ég heyra það var eitt sem Putin gerði. Það eitt sem Orbán gerði. Það var eitt sem var gert á Tyrklandi. Ef það myndi gera hérna, við myndum ekki hafa Gunnarsmári hérna til þess að minna okkur á ákveðin hlutinum. Þeir ráðast á því. Það var það sem Bretland gerði með Julian Assange. Það það sem gert í Þýskalandi, það sem ég bara mætti ekki tala til stuðnings Palestínu. Já, það voru bannað mótmæli í Vestur-Evrópu. Þetta verstu hlutin. Þannig að þetta ekki bara Orbán og Trump sem að gera þetta. Nei, þetta er ekki að víða. Fólki sem kannski ef í þessum valkosti á milli Trump og einhvers annars þetta eitthvað annað líka skerða málfrelsi. Þetta ótti við fyrir yfirvöldin sko. Við sáum þið háskólan í Bandaríkjunum þar sem eru bara reknir rektorar nákvæmlega þeir styðja Palestínu. Það er nákvæmlega það. Og það undir Biden. Þetta var undir ákveðin þetta frelsi sem við höfum svo víða hvernig við getum beitið þetta þar sem við þurfum eða viljum og þarna með háskólum það nákvæmlega það. Það voru líka litla háskóla sem voru með þeirra og það heyrist ekkert í þeim. En það var gert viljandi. Það var gert, það vildi sína bara við getum takið vald þar sem við viljum og við ætlum. Og svo líka þetta sem, ég veit ekki hvernig þið upplifið, en ég upplifið þetta, ég svona manneskja sem, ég sveifla mjög mikið í miðjunni. Hjartið mitt mjög vinstri sinnið. Og ég standa þar, en ákveðin hlutunum hvað varður ábyrga hvað samfélag og ég sem einstaklingur sveifla svolítið til hægri. Ég mjög mikið þar og ég vil velja fólk eftir þeirra kostur, hvort þetta pólitík og annað, en svona aðgerðum eins og þú nefnir sérstaklega í háskóla þar sem verður beita málfrelsi, þá þvingið til að vera annarkorn eða. En það sem gerist í Bandaríkjunum, við sjáum það. Við annarkvort eyða. Ég þarf að kjósa maður sem á ekkert að vera lengur leiðtoga. Hann hefur gert sitt og hann hefur gefið okkur mikið, en hann á ekkert að vera okkur leiðtoga. Eða, drekka djöflasýra og lifa önnu 4 ár með á njánum í katólsku kirkju og sunnudaginn, please don't let this happen. Að þetta okkur valkostur vegna þess að við þvingið annarkvort eyða þegar svörin hérna á miðjunni og þeir gera þetta í háskólanum. Þú stendur með Ísrael og það sem gerist í Gaza eða ekki. En að þið vorum að tala svona styrk lýðræðiskerfisins til þess að standast ef það kemur ykkur til valda í lög og réttur í Póllandi og fer að fikta í dómskerfinu og svo í háskólanum, Erdogan í Tyrklandi eða Moody í Indlandi eða ef það kæmi ef að þjóðfylkingin myndi ná völdum í Frakklandi eitthvað í Frakklandi sem myndi koma í veg fyrir að þau myndu það voru yfirlýsingar að hafa eiginlega svona apartheidstefnu þar sem að þú værir alvöru frakki og svo auka frakki. Það voru alls konar hugmyndir sem bara hjá löpinistum. Jú, en það mun aldrei gerast. Aldrei gerast í Frakklandi. Og sem sagt allir vinstri flokkar saman. Við höfum séð það í Frakklandi með mismunandi árangri á tíma Mitterrand og Hollande. Þannig að kosningarnar núna í gær, þið finnst að vera sönnuð þess að þetta mun ekki geta gerst í Frakklandi. Að Frakkland sé nógu sterkt til þess að standast þetta. Það svo sterkt, það sterk hefð í Frakklandi fyrir einmitt sem við höfum fengið í arfi frá sosialistunum í byrjun. La déclaration des droits de l'homme. Já, meðal annars, þetta það verður vonandi alltaf í Ég veit að þeir eru rosa ánægð með Frakklanduna. Það er að spyrja. Ekki alveg 2002, þá hefðu við sagt þetta saman. Þarna sýndi Frakkland hvað það megnugt, að það vill þetta ekki. Í fyrri umferðinni þá fékkst þú sjokk og þú fékkst sjokk. Byrju, þetta ekki þannig? Gæti Frakkland fallið? Hugsuðu það ekki? Það getur auðvitað alltaf verið. En samt sem áður, það þessi
þessi gríðarlega sterk tilhneiging í Frakklandi lýðveldi. Þú veist, þetta er eitthvað sem var unnið í gegnum byltingu 1789. Þetta er eitthvað sem hefur þróast svona smám saman og það hefur í hvert skipti fest sig í samfélaginu. Svoleiðis að þetta er ekki eitthvað sem þú sópar í burtu með einhverja ræðu að við erum bestir, við erum ekki rassistar, við erum ekki fasistar. Þú þarft að sanna það. Og til dæmis það var hún gerði það, hún er búin að gera þetta í 10 ár minnstakosti að sýna fram á það, en svo kemur alltaf einhver jafnvel Bardella sjálfur, þú veist, og kemur með á síni stefnu að gera hitt og þetta sem er ólöglegt og hann hefur ekki einu sinni átt að segja á þessu. Svoleiðis að mót vægi við þetta er líka í höndum annarra. Þú veist, það er í höndum, það voru allir fjölmiðlar sem voru ekki bólori, til dæmis eins og Le Monde og fleiri, komu alveg systematist með pikka upp og sagði það mun aldrei geta gert þetta. Svoleiðis að þetta mótvægi er í raun, finnst mér, okkar trygging fyrir áframhaldandi lýðræði. Þú veist, og þá var þetta spurning líka hvort að Marine Le Pen er ekki komið svo langt inn í að vera svona vinnur fólksins og allt saman að hún verði ekki að virða. Já, en leiðin er líklega þessi að við ætlum bara að vera þarna og við ætlum bara að sýna að við erum bara húsum hæf, við erum kurteis og veldi fara og endanum vegna þess að hinn stjórnmálin eru ekki að leysa vandamálin, að þá munu Frakkar segja, er ekki bara komið tími til þess að gefa þeim séns? Það er það sem gerðist. Það er það sem gerðist núna. Þetta er það sem gerðist í Bandaríkjunum og það sem er svo slæmt, ég var að hugsa þegar þú varst að tala, ég var að hugsa málamiðlun og við færum okkur eftir heim til Íslands. Það þurfti enginn að miðla mál með Putin, hann miðlaði með þeim sem hann vildi miðla með. Í Bandaríkjunum, eins og ég var að tala þingið okkar, hún er bara ófungerandi og þegar þau þarf að miðla með hærri menn þar sem eiga eins eða tveins manna meira hluti, þá semja af okkur eitthvað og vonast eftir næsta við náum eitthvað meira inn eða við vonum að forsetinn kemur og bara vító eða hafnar og svona. Ég vil tala Vinstri græn og málamiðlun til þess að halda sínu vald. Hvernig munu Frakkar, hvað er ykkur trú? Nú, ég bara hugsa með þann, ég veit ekki Gunnar, kannski ég er að stela einn frá þér. Hvernig munu þið halda áfram að málamiðla? Vegna þess að þetta málamiðlan, hún gengur ekki, við sjáum, miðflokknum er að ná, herra, á kostu hverju. Ég get ekki sagt með þetta Vinstri grænt. Sjálfstæðisflokk voru ekkert mikið niður. Þá getur þú sagt með við Frakkland. Það skiptir einhver máli 30% kjósi miðflokkin og sjálfstæðisflokkin. Já, það kostar. 70% vill ekki. Já, vegna þess að 30% þau, ég átti góð vinkona í pólitík. Hættan er svo. Hún segir að hún hendi verkfæri í vélinn og bara krumpan upp og þá kemur málamiðlun. En einhvern veginn þetta ósæti. Nikol, ég held að hættan er svo að segjum þetta sé 30% sem að vilja bara eru alveg til í að fara frá svona lýðræðinu yfir í eitthvað annað því að þetta virkar ekki á okkur. Ein leiðin er svo að hvað árið hefur þetta á hinn 70% af flokkanum. Það er danska leiðin. Að við verðum að taka tilliti til þessa og þau breyti sér. Sem að við sáum til þess að Samfylkingi var að taka upp svona, taka undir innflytjendastefnu miðflokksins og svona. Þetta er hættan. Voninu núna í gær er svo að ef að 70% segja bara nei takk, að þá lokast þessi 30% bara inni og við getum að fara að stjórna Frakklandi eins og við viljum hafa það. En það er ekki víst að það gerist, sko. Nei, en þú veist, það er samt, það er eitt í þessu og sem persónulega finnst mér vera vonar glæta. Það er að vinstriflokkarnir hafa náð saman og ekki bara einu sinni, en tvisvar. Og í fyrra skipti þá Melansson kemur fram alveg með brask og brall og allt, þú veist, og sem populisti í rauninni á vinstri væng og hræðir þar með marga kjósendur, en sósíalistiflokkurinn og allir sem eru í þessu bandalagi smám saman
eru að byggja sig upp aftur og þar sé ég líka von, þú veist að einmitt að það sé alvöru vinstri og það sé alvöru sosialistar og það Og er þá Mélenchon ekki alvöru vinstri og ekki alvöru sosialisti? Sko, ég vil ekki dæma það, að því að hann hefur spilað sínu hlutverki. Hann ekki lýðræðislegur. Já, en það ekki samt þannig að hans flokkur hefur náð kannski meiri árangri, við getum kallað lágstéttarfylgi eða fólk með láglaunum sem að sósíalistarnir ná ekki lengur til vegna þess að þeir eru bara eins og sagt demokratana í Bandaríkjunum, þetta stéttaflokkur, þetta flokkur talandi stétta. Í Gaza-málinu hans flokkur einasti flokkur sem var með reisn. Einasti. Já. En það eru margir frakkar sem segja kjósum lepenista, við höfum ekki reynt það. Já. Og þá vinkona mín sem sagði, jú, við höfum gert það á stríðsárunum, þegar Frakkland var hernumið. Þá höfum við prófað það. Já, en þú veist að með... Má ég spyrja einu að því að þú nefnir stríðsárunum? Að þjóðfylkingin sterkust í suðrinu sem að tilheyrði Vichy-svæðinu. Og norðinu. Það eitthvað tenging á milli þar eða? Eitthvað hluti af því sem að tilheyrði Vichy-svæðinu sem að lítur á það hafi verið bara ágætis tími? Ég með tilgátu sem alveg fóranleg og ekki endurtaka það. Þú ert í beinni. Í Suður-Frakklandi allir eru af ítölskum, spænskum uppruna og Pied-Noir, fröken frá Alsir og leið og vorast þeir verða kolbrúnir eins og arabar og þeir spurðir, ertu arabi og svona, þess vegna hata þeir araba. Núna ég fikk sjokk að ég elska Martinique og Guadeloupe sem eru í Karibahafi þar sem við höfum verið áttasinum í frí og það er margir sem kusu Front National þar út af því að í Frakklandi þessir íbúar sem hafa verið frakkar ég veit ekki hvað margar aldir þeir eru alltaf flokkaðir sem Afrikumenn og þeim finnst það óþægilegt. Það er sama í Bandaríkjunum, latínsk kjósendur, þau styðja í meirihluti Trump og það er farin að aðgreina sig frá. Já, það er það, þetta og það og við sjáum þetta hér á Íslandi, í vinnu sem ég vinn með innflytjum og svoleiðis, þetta ekki við og því, þetta bara, við erum öll einstaklingar með okkur viðhorf og pólitík og okkur afstöðu, það ekkert endilega tengt því að vera minnihluti í samfélag eins og skilgreint út frá pólitísk skilgreining, það okkur afstöðu til okkur tilveru. Og rasismi og svona kúun inngróin í þessi samfélög og ég býst þetta sér sama á Ítalíu þar sem að suður Ítalarnir þurfa að rífa sig frá innflytjendunum vegna þess að þeir eru vanir að lifa undir fordómum norður Ítalana. Einmitt. Já, en veistu það, móður fjölskyldan mín, mamma fædd í Alsír, hún svartfællingur og öll fjölskyldan fluttist til Suður-Frakklands, loftslagið var mjög svipað og þau eru öll, þetta orðið stór fjölskylda og þau kjósa öll Front National, þjóðfylkingin og það einfallega eitthvað sem þau hafa tekið með sér, þú veist, skipt samfélag, ég alveg á sama máli og þú þú veist, þú dökkur, þá ert þú bara, þú veist, bara niðri og það sé fólk sem var flutt inn til Frakklands vegna þess að iðnaðurinn þurfti á þeim að halda. En sem við erum að tala eru átök sem í stjórnmálunum eiginlega allstaðar þó þessu hafi öll svona leið og við skoðum eitthvað svæði þá það margt sérstakt sem þar þannig það ekki alveg hægt að flytja það á milli. Það samt svona
Það eitthvað tengsl á milli þess. Var ekki partur af það sem fór með, ég hef alltaf skilt þetta þannig, kannski ég vitlaus, en ekki partur af því að hann ná svo mikið vinsæl var þessi, eins og Gunnar Smári þú snerti á, að þessi breytingar á Rússlandi, þegar Rússland ekki lengur Sovétríkja, að það voru mörg sem misti ákveðin öryggi og kjör, þeir vildi fara eftir til og hann höfði mikið til fólk sem vildi fara eftir í svona sósíalisti eða ekki kommunisti, þeim upplifiði lífskjör versnaði. Ég man í vestræna miðlum, það var mjög mikið tala það að ákveðin kynslóð fannst það væri öryggari í höndum ríkis. Og þess vegna keiptu þeir. Sama og við sjáum bara í Austur-Þýskalandi að þar var náttúrulega fólk sem var algjörlega svikið af innleiðingu nýfrjálshyggjunnar og samfélagið í Austur-Þýskalandi var bara rænt. Og það náttúrulega rússnesku samfélagið var bara rænt. Öllum verðmætunum sem fólki átti saman. Já, þess að fólki misti frekar mikið en á sama tíma þá myndi ég ekki segja að fólki bara keipti þessa hugmynd að Putin sé, afkomandi, kommunistaflokksins og svo framvegis. Nei, hann var frekar ungur. Hann var með óskaplega mikið sjálfstraust, og hann var alltaf við þessari bara stellingu að hann sé mjög sterkur, ákveðinn, öruggur maður sem myndi færa Rússland í einhvers konar, bjarta framtíð. Ég man þetta mjög vel því ég var 8 ára, þetta var mars 2000 og við fórum á kjörstað og það var mikil veisla í gangi og allir voru svo bjartsýnir, foreldrar mínir sem voru mjög ungir þegar Sovétríkin hrundu, sem voru bara rétt yfir 20, en samt bara söknuðu Sovétríkina svo mikið. Söknuðu þessa öryggis, til dæmis mamma mín, hún var alltaf að segja því hún var í fæðingarorlofi, gat ekki fengið vinnu en var mjög vel menntuð og pabbi, bara sama sagan bókstaflega, með 2 gráður þurfti að flytja vörur frá Mongóleik og Kazakstan í mörg ár, en þegar Putin var kjörinn, þá komu breytingar, mjög jákvæðar, ég myndi segja að hagurinn okkar fjölskyldu 10-faldaðist á þessum tíma. Ég fekk tækifæri að fara í mjög góðan, UNESCO skóla. Ég fór til útlanda þegar ég var unglingur og ég frá Suður-Síberíu sem frekar fátækt svæði og ég bjó í fátækasta héraði Rússlands, bókstaflega, en samt, mér var gefið þetta tækifæri. En allt í einu byrjaði þetta smám saman að breytast, þá myndi ég segja að þetta byrjaði árið tæplega svona 2006, þegar Rússland var að íhuga að fara í NATO og við vorum jafnvel með fulltrúa í Brussel, sem var nefnilega að reyna að semja aðild Rússlands að NATO jafnvel, og það var líka talað aðild Rússlands í kannski Evrópusambandinu og fleiri samtökunum og svo framvegis, en allt í einu var okkur hafnað og þetta breytist talsvert, bara svona. Og svo vorum við allt í einu alltaf að tala leið Rússland sem mjög spes, sem öðruvísi og þessi íhaldssemi kom aftur og ég held að þar byrjaði eitthvað sem myndi líkjast stefnu kommunistaflokksins og þetta höfðaði á þeim tíma til fólk sem mann frekar vel. En var þetta ekki svona sterkt yfirvöld og gat alveg verið keisarinn og ég meina Putin tekur inn tengslu kirkjuna og sem var ekki á tímum kommunismus? Já, og menntamála og menningar ráðherra á þeim tíma spilaði líka mjög stort hlutverk að færa þessar hugmyndir og af hverju var ekki hægt að finna aðra leið þar sem jafnvel á 10. áratugnum rétt eftir hrun Sovétríkjanna var okkur sagt að allir mótmælendur séu trúðar,
vitleysingar sem eru bara að segja einhvers konar bull sem stenst ekki kröfur tímans og svo framvegis. Og þegar fólki byrjaði að mótmæla í stórum krafti aðeins síðar, kannski 2012 eða eftir innlimun Krímska 2014, þá festist þessi hugmynd, allir mótmælendur, sem sagði öll andspyrna, mótstaða, þetta eru trúðar sem vita ekki neitt. Og ég held að það mjög erfitt einhver veginn að sleppa þessari hugmynd núna. Það mjög sterk mótspyrna að myndast í Austur-Evrópu þar sem margir Rússar flúðu eftir innrás en á sama tíma þrátt fyrir einangrun það má ekki segja að fólk býr ekki góðu lífi í Rússlandi. Jú, það einangráð en ríkið gerir frekar mikið. Ég talaði við ættingja bara nýlega og eins og ég sagði að við búum í frekar fátæku héraði í Rússlandi þar sem var ekki neitt eftir hrun Sovétríkjanna því flestar verksmiðjur og iðnaðarfyrirtæki voru lokuð af því að við tölum áætlana búskap og til dæmis þetta hérað þar sem ég ólst upp ekki með neitt hráefni. Þannig að það má ekki framleiða neitt en í Sovétríkjunum var hægt að flytja efnið og við fengum efnið frá Litháen, frá Hvíta-Rússlandi en þegar Sovétríkjan hrundu þá mistum við af þessum tengingum að þessu hráefni en núna þá segja ættingjar já það byggt hér frekar mikið sem við fáum kannski lestarstöðvar sem var alveg öhugsandi þegar ég var lítil og ríkið að fjármagna alls konar sem innleiðingu gas á þetta svæði ríkið að styðja við ungt fólks því unga fólki kannski helsti hópurinn sem að flýja landið þar sem það sér ekki neitt fyrir sér í framtíðinni en ríkið gerir allt sitt besta til að styðja við unga fólkið að fjármagna menntun, gefa alls konar styrki ef við tölum ungar fjölskyldur, það alls konar í boði, frekar hagkvæmt íbúðarlán, svo ef fjölskyldan með barn og til dæmis mamma undir 25 ára, þá fær fjölskyldan 200.000 rúblur fyrir fyrsta barnið og tvöfalt meira fyrir annað og svo framvegis. Þannig að ríkið gerir frekar mikið til að gera sig frekar aðlaðandi og að minnsta kosti líta út fyrir að vera lýðræðislegt velferðarríki og svo framvegis. Þetta til dæmis minnir mann á það að svipar hugmyndir eru hjá þjóðfylkingunni og Meloni og Ítalíu vegna þess að þú ert á móti innflytjendum og þá þarftu náttúrulega að koma með einhverja lausn á því hvað þú að gera þau minkandi fæðingatíðni og þá koma svona hugmyndir og það það sem svo kostulega kannski við Úkraínustríðið af sama hátt og Evrópa í stríði við Rússland að þá eru þeir flokkar sem eru hugmyndarlega skildastir Pútín að vinna sigra í Hollandi og Ítalíu og Frakklandi og hún búin að vera með völdi og Ungverjarnir náttúrulega konið með forsæti í Evrópusambandinu núna. Það verður skrýtlegt. Herðu, þið komið frá löndum sem uggvænlegt pólitískt ástand. Má ég spyrja ykkur hvernig líst ykkur á íslenska pólitík? Þetta bara eins og kosning í eitthvað í hússtjórnina í einhverju blokk í samanburði. Hvernig líst ykkur á íslenska? Haldið þið að þessi átök sem við erum verið að tala sem eru í ykkar löndum, að þau endurspeglast þau einhvern veginn til Íslands? Nei, ég var að kjósa í fyrsta skipti sem Íslendingur ríkisborgari og ég var ótrúlega glöð að mæta á kjörstað og ég vissi að mitt atkvæði skiptir máli
þú veist, þetta verður ekki falsað. Það verður talið. Já, þetta verður talið með og sem sagt þessu verður ekki stólið örugglega. Þannig að þetta var frekar ánægjulegt tilfinning en á sama tíma þá þrátt fyrir 12 kandidata sem voru á seðlinum þá var þetta sem sagt, viljum við kjósa Katrínu Jak eða ekki. Það kom bara bókstaflega að því og ég held að þessi viðsnúningur birtist út af þessu. Það sem kom í ljós að Katrín var með kannski fjölda atkvæða samkvæmt öllum könnunum og svo framvegis og það fattaði fólki en miða við hennar sem sagt tímabil sem forsætisráðherra þá hún kannski ekki besti kosturinn miðað við allt sem hún hefur gert þangað til. Já, en mér finnst að hefðin skiptir mjög miklu máli hér til dæmis ef þetta tíðkaðist í fjölskyldunni að allir séu, þú veist, sjálfstæðismenn þá kjósa allir einhvern frá þessum flokk eða ef þú veist, maður hefur verið í tengslum, þekkir þú veist, einhvern þá þetta potrétt að hann myndi kjósa þessa mannsku. Hefur Ísland verið svona klön, svona træp? Já, því miður þetta þannig. Og sem, þú veist, nýr Íslendingur, mig skipti máli hvort einhver kandidat myndi taka tillit til okkar. Og það kom mér mjög á óvart að flestir voru ekki með neitt á stefnuskráni sinni. Nema, þú veist, Halla Tómasdóttir, hún gerði þetta frekar sniðugt þar sem hún í tengslum við innflytjanda og hún bað vinkonu sinni að koma og líka bjóða fólki af erlendum uppruna, sem sagt, bjóða Íslendingum af erlendum uppruna að koma saman og bara ræða þau mál sem skipta okkur máli. Sem sagt, hún Halla Tómasdóttir, hún var ekki að tala mikið á þessum fundi, hún var að hlusta og hún sagði, sem forseti þá get ég náttúrulega ekki leyst öll þessi mál en ég get miðlað þessum gildum sem skipta ykkur máli, sem sagt ég get tjáð mig þessi mál, þannig að ég myndi reyna að minnsta kosti að gera mig besta að koma þessu á framfæri og þetta fannst mér frekar sannfærandi og gerði mig glaða en síðan tók ég eftir því að það voru nokkri kandidatar að skipuleggja fundi á ensku til að, þú veist, tala við mögulega kjósendur sína. En þetta var gert sem einhvers konar, þú veist, afterthought, þannig séð. En þú veist, hún Halla T, hún var bara svo einasta sem gerði þetta á mjög skipulagðan hátt og hún fekk atkvæði mitt, til dæmis, út af þessu, út af því að hún bara ákvað að minnsta kosti að koma þessu á framfæri og bara tala við okkur. Ég tók eftir þessu að ég kom mér svolítið óvart hvað umræðum innflytjendur var og lítið í kosningabaráttunni því að þetta náttúrulega eitt af stóru mannréttindamálum okkar tíma. Það eru bara mannréttindi innflytjenda. Þetta ekki bara mannréttindi, það er bara hér á Íslandi þetta efnahagsmál. Við skulum bara vera alveg hreinskilin. Ég er búin að vera síðustliðin ári í Vík og þar góðarauð og uppbygging samfélagsbyggð á
herðum innflytjendum. Já, ég að tala með mannréttindi eins og að ég bara byrja þetta saman við bara kvennabaráttuna eða baráttu samkynhneigðra, það er baráttu innflytjenda til þess að sé mætt af virðingu og njóti sömu réttinda og aðrir. Ég myndi alltaf þetta væri bara eitthvað svona bara þetta ætti að vera stefnumál. Þetta ætti að vera bara okkar verkefni. Þetta ætti að vera stefnumál, bara hvernig ætlum við að fanga þetta kraftur sem eru koma, hvernig vegna þess að Íslandi bara fæðingutíð, þetta okkur að þakka. Ég meina bara, þetta bara, og svo þetta, við erum komin til að vera. Næstu, þú veist, önnur kynslóð, viljum við gera betur við sérstaklega þessa litla land með önnur kynslóð en til dæmis í mínu heimaland. Þar sem það eru bara kannski 3. eða 4. kynslóð sem fyrst að ná háskólamenntun. Viljum við ekki að það er tækifæri sem forseti og þingið og annað. Hvað varðar kosningar, það er eitt sem rosalega gott með Íslandi og það er það að við höfum alla rófi. Við höfum svo mikið til að velja úr og mér finnst það verandi Bandaríkjunum en mér finnst þetta svo æðisleg og mér finnst þetta svo æðisleg að taka þátt í því og að taka þátt í pólitísk umræðu með fólk á alla skalli og það sem ég hef lært og þroskað vegna það að það hér geggjað. En hins vegar fara eftir þessa málamiðlan hvað við náum kannski ekki nægilega fram og ég mjög mikið samúð með kjósendur Vinstri græn sem fór inn með ákveðin hugsjón og hafði trú á þeirra málastefna en sá, ég finnst núna þeir fara saman leið á mitt en þetta, ég myndi vilja sjá að þegar við fáum í kjósa næsta alþingis að það við erum ekki bara kjósa eitthvað stefna, það alvöru umræður og það alvöru bara rótgróin hvað Ísland og hvað getur verið og það hlusta á ung fólk, það hlusta á eldri og... Nikol, stundum verðum við með kosningarina og maður þótt að ég eiginlega vinni við að vera með einhverjar skýringar og greiningar stundum bara veit ég ekki hvað kosningarna voru. Nei, það bara næst ekki að ná einhverju, þú veist, að hvað eru við raunverulega? Nei, það allt í einu bara poppa upp einhver skringileg mál og einu sinni var kosið sprungur í hádegismóum. Þetta bara fjölmiðla spila sín inn og við sáum hér á Íslandi bara sorglegt að segja það náttúrulega ákveðin abbak við ákveðin fjölmiðla og annað, þau ná að spunna þetta og við erum svo fljótt að fara úr einn og annað en frakkar var að kjósa framtíðin. Það var það sem mín upplifun var af þessi kostningar að menn var verulega íhuga framtíð og líka kostakostingarnar hjá ykkur verða líka þetta snýst allt framtíð en að því að segja þetta með málamiðlunar að því að þið eru öll úr eða þið úr það sem eru einmenningskjördæmi sem að færa málamiðlunina fram fyrir kostingarnar. Þannig ef við værum einmenningskjördæmi þá værum við með svona sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, hluti af Framsókn, eitthvað svona dóttir ég. Nei, ég að gera með hægri og vinstri og svo værum við með eitthvað VG og Samfylkingin og Píratar og sósíalistar og eitthvað. Heldur að þetta væri betra kerfi? Manstu reyndi það þegar við vorum í kosningu 2016. Hún Birgitta Jóns að búa til svona... Já, vildi búa til blokk en svo sem svo gert. En fólk hafði ekki áhuga á því. Ég mætti myndinni, svipurinn og Katrínu Jakobsdóttur. Það var svo mikill fílusvipur að hún hafði engan áhuga að vera í þessu partí. Já, ég veit að ég bara tala fyrir okkur flokk. Við vorum hér á læri en hvað varður að ná inn. Við vorum pínu svona, erum við þá að svíki við kjósendur að semja eitthvað áður en við vitum að við komum fram og við töldum að við þurftum að sjá hvað kom upp úr kjörkassan áður en við getum lofa af okkur eitthvað svo það var aðstæða fyrir við vorum pínu svona vegna sem við sáum alveg þetta skalli og annað svo við, það væri frábært ef það myndi gerast en ég held að hér á Íslandi við þurfum að sjá eins og á Frakklandi að við þurftum að standa saman til að koma í veg fyrir eitthvað. Því við höfum svo mikið treyst á því að já, við förum og komum inn og við semjum hitt og þetta og hvort það stenst. Það oft verið á Íslandi að þá var Samfylkingin var mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn og mynda svo ríkisstjórn með honum.
svo var VG mótvægi með Sjálfstæðisflokknum og myndaði ríkisstjórn með honum. Hvað orðið bara óheilög hjónaband? Þetta bara 2007, þá lendum við í þessu og 2017 lendum við í þessu og 10 ára fresti. Já, ég meina 2016, og 2016, ég meina þegar við vorum kjörunin á því, það bara voru, ég held Þið fórum með Sjálfstæðisflokknum? Jú, við fórum og verður margir hissa. Já, það voru marga hissa en þá var, þau voru fólk sem fólk fattar ekki, það var 10 viku sem við vorum að semja og funda og veist, ég var nýkomin inn í pólitík og ég var bara alltaf kallað niður eitthvað fund og hvað með þetta og við vorum alltaf að reyna að halda þessa litla skipið á okkur gildi og það sem við lofaðum og svona og þetta var svakalegt 10 viku á endunum var þetta bara hvar náum við að halda okkur gildi og það sem við loðum fram hvað mest en en ég ætla að spyrja ykkur íslenska pólitík, má ég það? Hvað segir þú? Já, ég hef verið virkur í VG en að sjá Katrín Jakobsdóttir, Avenda, Bjarna Lyklana að ráðuneytinu og að sjá vinstri menn úr hennar flokki kjósa frekar meðlima í verslunarráði frekar en að hafa hana það segir sína sögu, ég vil ekki tala meira þetta en við vorum að tala veldi sem eru ennþá stórveldi eða hafa verið stórveldi og Rússland, Bandaríkin, Frakkland, Ísland og við erum alltaf að vorkenna litlum þjóðum en sérstaklega litlu Íslandi sem svo sætt og krútlegt en tími verið komin og ég segi það í gríni en að vorkenna stórveldi eða sem hafa verið stórveldi og það ekki hægt að skilja hvað gerist í Tyrklandi, Erdogan eða Milosevic á sínum tíma í Serbíu eða Putin eða ástandið í Frakklandi og í Bandaríkin líka dvinnandi stórveldi þrátt fyrir að allt gengur mjög vel efnahagslega, ég veit það en sem sagt, þetta mjög erfitt að vera hrynjandi veldi og þjóðin tilbúin að kaupa hvað sem oft að því þetta ástand sem mjög erfitt að reka en að því ég að tala, ég held áfram mjög eigingjartlega þegar ég kem til Íslands, frakkar voru miklu ríkari en Íslendingar og þetta fannst mér svo stórkostlegt. Skandinavísk land eða þannig sem verið fátækara heldur en Frakkland. Ég var þá fram, eins og þú, Dominik, en síðan kaupmáttur á Íslandi hefur vaxið mjög hratt þangað til var hrunið Frakkland 2009 frakkar voru ríkari en Íslendingar það stóð í 1 ár síðan hrunið hefur verið í raun og veru hold up aldarinnar Íslendingar hafa stórgrætt á hruninu ekki allir jú, en líka hrunið ég meina allir þessar penningar enduðu einhverstaðar Ísland hrundi á Evrópu en ekki á Ísland það hrundi á þýska lífeyrissjóði en mitt og hvernig var hægt að klára Hörpu með hvaða peninga það var gaman að rannsaka þetta nákvæmlega en sem sagt en núna tölur í fyrra Frakkland 43.000 dollara á kjaft vergrar framleiðsla á mann Ísland 78.000 Rússland 13.000 Ukraina 3.000 og eitthvað. Eitt fjórða
et fjórði. Við erum rík. Við erum ógeðslega rík á Íslandi og við erum dekkröðbörn. Í hverju skipti sem eitthvað neikvætt gerist, þetta Íslandi í hag. Ég meina, Eyjafjallajökull, fleiri turistar, stríð í Úkraínu, Íslandi í hag, álverðið fór upp, fiskverð hækkaði, það var ekki hægt að kaupa rússneskan fisk lengur. Sem sagt, við erum alltaf að græða á öllu. Og þegar kom Grindavík, ég hugsaði, loksins, eitthvað sem gerist, sem slæmt, en sem við græðum ekki á. Þannig að Íslands politík dekkröðbörn sem eru að leika saman og sem hafna aldrei þegar eru peningar að græða. Þetta það sem mín reynsla af Íslandi. Dominik, í gær, þá var bara Frakkland að kjósa framtíðina og svona bara hefði kosningarnar farið öðruvísi, þú hefur litið svo á að Frakkar væru bara að fara inn í beygja inn í einhverja myrka götu. Heldur þessi hægt á Íslendingar beygja inn í myrka götu? Kannski ekki alveg strax, en hættan alveg fyrir hendi. Og þú veist að maður sér hvernig þróunin fyrst, hvernig kosningakerfið virkar, að þeir sem eru að bjóða sig fram eru valdir fyrst af flokknum og ekki, þú veist, einstaklingsgæðum. Það svona, eftir því hvað þeir eru fastir og velniðnir innan flokksins eða nota þeir í einhverju öðru tilgangi. Þannig að þetta er eitt sem truflar í rauninni lýðræðið og svo hitt að það veldir svo mikið á hverju einasta mannesku og hverju einasta þingmanni. Þú veist að hvort að sú manneskja eins og Katrín Jakobsdóttir, ég hafði mikið dálæti á henni þegar hún byrjaði og svo breytist svona alveg gríðarlega og það, ef ég segi að það eigi kannski eftir að koma, það ef þú tekur dæmið í Frakklandi, hvernig ég með þetta alveg fast í hausnum, en hvernig sósíalist gildi í rauninni sem voru eins og segir, þú veist, sem voru komin í VG og hvernig þetta bara loknaðist gjörsamlega út af og eyddi öllum þessum gildum ofurselt, sem sagt, andstæðingi í politikinn. Þannig að nú hvað að gerast? Nú miðflokkurinn að rísa upp úr mistökum sjálfstæðismanna í svo mörgu að Samfylkingin líka rís upp. Samfylkingin líka, sem systurflokkur sósíalistana í Frakklandi. Já, ég veit það, en svo Samfylkingin hefur alveg sveiflast frá vinstri væng yfir á hægri væng og núna með hægri og svo fremst, þú veist ekki hvað þú hefur þá. Þannig að fyrir mig, vandamálið hversu sterkur miðflokkurinn ekki hversu sterkur Samfylkingin. Og þú veist, þú finnur þá alla með alls konar uppákomur og yfirlýsingar á Facebook þú veist, ég vil ekki nefna nöfn en það vita allir hvern ég að tala og ég þekki þá í námunda líka. Nú ættum við að slá botnin í þetta, en það eitt sem í sambandi við frönsku kosningarnar og stöðuna sem núna sem ég skil ekki alveg. Nú þarf að mynda einhverja ríkisstjórn og ég meina það ekki í spilunum að Macron geti gert það sama og síðast, hann sem ríkisstjórnina sem semji til hægri eða vinstri, það eiginlega ólíklegt. Það ekki líklegt að miðjan og vinstrið nái saman, það ekki heldur líklegt. En möguleiki á því að flokkarnir sem stöðstu Macron taki vinstri flokkana með sér en skilji Mélenchon og róttæku sósíalistana eftir og myndi einhverja svona
Eða er þetta bandalag vinstrisins, hvað heldur það? Er þetta ekki bara kostningabandalag? Það var ákveðið á 4 klukkutímum. Já, einmitt. Og svo þeir unnu það að fengu árangurinn að þjóðfylkingi fekk ekki meiri hluta. Einmitt. Þannig að núna er engin skuldbundin að því að vera saman, þetta er ekki eilífur hjónaband. Jú, þau eru samt með sameiginlega stefnu sem allir tóku undir og skrifuðu undir. Þannig að þetta er samsteypa sem heldur áfram, sko. Þú veist, ekki bara fyrir kosningar. Ok. En það er mikill vilji hjá sósíalistunum að frekar að vinna bara með makrónistunum. Nei. Eða hvað? Nei. Ég að spyrja þess að ég skildi ekki alveg. Ég ekki viss að því Nei, ég ekki viss heldur. Það hjálpar líka lepinistum að vaksa. Að því þetta flókið. Macron getur líka haldið áfram með Attal en svo ekkert vei. Þetta möguleiki. Möguleiki nummer 2 reyna að gera samsteypustjórn en þetta ekki í anda Fraklands. Og þriðji möguleiki teknimanna, teknokrata. Utan þingstjórn. Já, utan þingstjórn. Svo geta líka bara kosið aftur í haust, eða ekki? Það myndir Spánverjandi gera. Spánverjandi myndir kjósa aftur. Á að líða. Það má ekki lesa. Hvaða málefni? Ég bara hugsa málefni. Þið fáið það er aldrei rofið þing og búið til kosninga af ykkur. Í Bandaríkjunum. Það er ekki fyrir deyr fyrir það að gera. Og því miður þetta kannski þar sem við horfum fram á. En hvaða málefni? Þetta er svo ég hugsa íslenska, við vorum að tala miðflokk. Það er einn málefni sem þau tala sem að hefja þeim upp. En það önnur flokk sem að reyna að tala fyrir heilbrigðiskerfi hérna og við reisum að tala fyrir Evrópusamband og þessi hluti. En hvaða málefni það sem bindur vinstri saman fyrir utan ekki herfinn? Já, hækka lágmarkslaun. Það er ekki það framtíðar sín. Það er klassísk vinstri mál, hækka lágmarkslaun, hækka skatta á hinn ríku. Og þau sammála á því? Styrkja velferðarkerfið. Já, sem sagt sérstaklega í heilbrigðiskerfinu. Jú. Og svo líka hætta við hækkun lífeyrisaldurs. Já. Þetta eru málefni sem snerta líf allra. Já. Sem svo erfitt að skilja fyrir okkur. Já, reyndar. En ágæta fólk, mjög gaman að fá okkur hérna og tala pólitík. Við fólk sem vill svo til að eru innflytjendur í Íslandi. Já, einmitt. Það vill svo til. Við tölum svo miklu meira en bara innflytjendumál. Það var einmitt... Þetta er svo geggjað. Þú veist það má tala við innflytjendur annað en innflytjendumál. Ég þjást þig alla daga. En Nicole, Dominique, Gerard og Viktoría Snærós, kæra þakkir. Takk sem að leiðast. Ég set hins vegar eftir og held áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða ferðaþjónustu. Þetta er svona grein sem að ég veit ekki hvort hægt að segja við Íslendingar eigum í ástar-haturs-sambandi við, en það að minnsta kosti margar þversagnir sem fylgja því að við viljum fá sem mesta peninga fyrir ferðamenn sem koma til Íslands, en við viljum helst ekki þurfa að borga álag á innviði eða ýmislegt sem fylgir því að ná í þennan pening. Og nú eru það eru blikur á lofti, eins og sagt í fjölmiðlum. Óveður ský yfir ferðaþjónustunni forsíða viðskiptablaðsins og kannski svolítið tákgrænt að blaðið er krumpað. Og spurning hvort ferðaþjónustan orðin svolítið krumpuð, hvort hún sjúskuð. Ég hef fengið mann sem þekkir ferðaþjónustuna betur heldur en margur annar til að ræða þessi mál við okkur. Hann heitir Þórarinn Leifsson. Sæll og blessaður, Þórarinn. Já, hvað sæll. Þú ert búinn að vera leiðsögumaður og bílstjóri í íslenskri ferðaþjónustu. Hvað síðan? 17 cirka. Nei, ég fæ prófið 18. Já, 2018. Já, þetta eru nokkuð mörg ár. Þetta eru 6 ár.
Og fram að því, ert þú listamaður? Ég er það ennþá. Og ert það ennþá? Ég er ennþá. Já. Ég er ennþá manneskja. En það er þarna á þessum tíma sem að þú kannski áttar þig á því að dýnamíkin á Íslandi er eitthvað að breytast. Þú kannski spottar eins og margir aðrir einhver tækifæri. Eða getur þú byrjað á því að labba með okkur í gegnum svona hvað fór hugan þarna þegar þú veðjar á ferðaþjónustuna? Já, ekkert flókið. Ég er náttúrulega búin að búa 4 ár þarna í Berlín í hjónabandi sem við vorum að vinna í að enda. Mikið álag að búa í Berlín, ung börn og svo framvegis. Já, við hana Auði Jónsdóttur. Já, sem að hún skrifaði svo bókum, var það ekki? Já, ég er að gera kvikmynd sama mál, neitjók. Já, það er sem sagt, ég hef alltaf verið með einhverja tungumála hæfileika en að gæsalappa vegna þess að ég er tvítingbarn, alveg upp að hluta til í Kaupmannahöfn. Þannig ég átti alltaf auðvelt með að læra tungumál á götunni, eins og sagt er. Þannig að þýska mín var orðin svona þokkaleg eftir 4 ár. Ég hafði búið 2 ár í Barcelona. Þegar ég vissi ég var, og þá var spænskan náttúrulega komin eitthvað grunnurinn. Þannig að mér fannst ég alltaf vera með einhver svona hæfileika í tjáskiptum og öðru erlendum tungumálum. Og þarna í Berlín þá var ég byrjaður að senda pósta til Íslands og við vorum að tala með þetta áðan off kamera. Það er erfitt að taka þetta skref. Er það ekki? Jú, og það var ég var að senda tölvupósta og það var ágætt kona í Reykjavík sem sendi mig á skyndihjálparnámskeið í Berlín á þýsku einmitt sem var mjög áhugavert náttúrulega. Tók það og ég var svona í biðsalnum byrjaði í ferðaþjónustunni. En það er náttúrulega oft, það er ákveðið svona hik sem kemur upp eða þú ert í svona þessar aðstöðu sem ég var í erlendis og svo þegar við skiljum hana 2017 þá get ég tekið mér þetta stökk, sko. Það er náttúrulega góða við skilnaði, þú getur tekið. Þá fer ég eftir krókaleiðum fæ síman hjá Greyline sem er frægt stórt ferðaþjónustu. Fyrirtæki kemur þar sem er svokallaður sitjandi guide. Það sem situr með einhverjum fúlum bílstjóra. Það er ekki allir fúlir, sem eru mjög góðu vinir mínir í dag. En svona að þú lærir þetta svona the hard way eins og þú segir að gæta og síðan meira prófið vorið þar á eftir. Þannig að ég held að það sé ofta erfitt að fara út í hennan bransa. Þetta er ekki eins og þú heldur að maður hafi setið þarna og eitt tækifæri, verið búin að kalkúlera. Þetta er meira þannig að maður búin að vera skítbuxast sem listamaður, þar sem að tekjumódelið, það er náttúrulega mikið talað um íslensku rithöfundur núna, þar sem að tekjurnar er alltaf minni heldur en útgjöldin mánuðum saman, þannig að yfirdrátturinn hann alltaf smá hækkar. Þannig að fyrsta hugsun var náttúrulega alltaf að redda yfirdrættinum. Þannig að það var ákveðin innasending skilnaður. Þannig að þá þurfti ég að henda mér með hausinn á undan. Fara norðurljósin, fara gullhringina, hvað þetta heitir allt saman. Og já, fram að COVID vann ég myrkran á milli í þessum svokölluðu dagtúrum frá Reykjavík. Svo kemur þarna árspása og þá næ ég svona átta mig, skrifa alltaf bók sem heitir Út að drepa túrista, svona til þess að fá útrás kannski. Sem svona satíra. En eins og við farið fram hjá örugglega langt flestum, eins og fer náttúrulega alltaf fram hjá öllum. Hún fjallar fyrst og fremst þetta ástand að vera í ferðaþjónustu, frekar neitt annað. Og þetta er klikkun? Já, þetta er svolítið klikkun, en síðan lærir að höndla þetta og í COVID lærði ég kom svona frasinn upp í hausinn á mér að reyna að vinna svona vitsmunalegri hátt. Ekki taka alla túra, ekki taka túrin sem að einhver hringir í þig 4 klukkutíma út á flugvöll, ekki gera það. Taktu nokkra dagar saman, taktu þessu pásu, ekki taka hvaða túr sem er. Og þannig hefur mér liðið betur eftir COVID og svo hefur ég svona smá saman lært að segja nei, þetta er mjög erfitt nefnilega, þú verður mjög meðvirkur. Þú ert vini í bransanum sem hringja og Tóti getur tekið gullhringa á morgun og skilur þú. Til fyrst þú alltaf verið að svíkja og svo alltaf keyra niður í bæ Reykjavík og þú sér rútu koma. Okkur er ég ekki í rútunum? Okkur er ég ekki með... Skilur þetta? Þetta er líka gaman. Allir, það ánættjast sko margir held ég af því að við erum alltaf stanslausri vertíð. Það ánættjast allir þessu ástandi. Þannig að þetta er auðveld innkoma stundum. Stundum með mikið flæði og svoleiðis. Er þetta sko, hefur verið svona gullæðis bragur á þessu, hefur upplifað það? Örugglega, sérstaklega þegar ég er að koma inn þá skynjaði ég þetta alveg, það er svona kúrika stemning í loftinu og jú,
það örugglega, en svo náttúrulega líða árin og það normalíserast, sko, þetta ekki alltaf, já, svo tekur kaldi hversdagur við og það hafa það ekki allir gott og menn þræla sér út, menn náttúrulega vinna fyrir börnum og búi og... Já. En sko þegar menn taka svona skref eins og þú, fylgir því einhver áhætta, fylgir því einhver orðsporsáhætta, fylgir því einhver skömm að þú ferð út í greinu þess? Ég kem náttúrulega alltaf nær átt. Ég náttúrulega, eins og vinnum við segja ofta, ég svona kontragaur, þannig að ég hef ekki mikinn áhuga, ég vill ekki endilega vera gæðin sem ég vill ekki endilega vera gæðin sem boðið í partíið, þar sem að gæðin eins og mér boðið, skilur, ég hef aldrei verið hræddur við álit annara. Ekki á þennan hátt. Auðvitað ég eins og hver annar. Já. Þannig ég ekki eins hræddur held ég við það. Þannig það var aldrei faktor inni. Að vísu náttúrulega ákveðið skipbrot þegar þú skilur og kemur frá öðru landi og lendir á Íslandi, búin að segja að ég ætla aldrei að flytja heim, eða þú veist þess að við gerum alltaf listamenn þegar við flytjum til útlanda. Já. Þannig að ég held að það síðasta sem dott í hug þar, ég skil hvað þetta fara vegna þess að stíga út úr einhverjum karriér eins og segjum þú, blaðamaður eða það eru margir náttúrulega leikarar sem ég þekki sem eru á ferðinni og svo framvegis. Ég skil alveg, ég sá ágætis leikara á Facebook sem ég ætla ekki að nafngreina einhvern tíma nýlega sem sá sig knúin til þess að koma stóra yfirlýsingu þar sem hann útskýrði að hann var að fara að vinna hjá ferðaþjónustu fyrirtæki. Mér fannst þetta skondið, þetta var mjög viðurkennilegur maður og allt það. Já. En ég þá hugsaði, já, ok, þetta er fyrir hann, þetta getur verið svona stór. Fyrir mér var þetta ekkert að högg, sko. Einmitt. Þetta var þvert á móti. Ég þekkti ekki Ísland, sko. Nei. Ég vissi ekki hvar amma mín var fædd á Mývatni, það er eins og þú ert ættaður. Þú veist, ég veit svolítið mikið núna sem ég vissi ekki þá. Já. Og að fara inn í landið sitt sem hafa verið ástarhattursambandið mitt við Ísland að árum saman ellendis og engan áhuga, maður alltaf snúið baki í Ísland, sko. Þurfa að kynnast landinu sínu. Já, að þurfa að kynnast því. Já, og allt í nökku þetta býtu, þetta er kannski alveg áhugavert land. Já. Það er alveg áhugavert að vera að keyra hérna í desember í niðamyrkri undir lómagnúp og vera skítrættur að drepast, sko. Já. Það er eitthvað heillandi við það. Sérstaklega þú kemst yfir en 8. Já. Er Ísland mörg lönd? Já, Ísland er nokkur lönd. Eftir þá árstíðum og héröðum? Nei, eftir fólki. Eftir fólki? Lundarnir, Íslendingarnir, þeir eru Reykjavík. Já. Og fólki sem nennir að vinna út á landi. Þú erum að reyna bara að búið til fyrirsættir við þetta. Já. Þú hefur nú stundum verið svolítið augrandi að kasta einhverju fram á Facebook og svona og fengi okkur til þess að hugsa hlutina svolítið upp og nýtt. Ég hef svolítið upplifað það að þeir sem starfi í ferðaþjónustu, þeir eru svolítið svona, annarkvort er það að þeir eru alltaf að hugsa eigin hagsmuni, menn eru meðvirkir einhver ástandi. Þú ert að tala já, samtök ferðaþjónustunnar og þau. Já, en þú ert búin að vera svolítið óþekkur gæt. Mitt starf er að öðra þeim, öðra ykkur, öðra öllum. Já. En ég held að þeir séu samt að vinna sitt starf að heilindum. Ég held að séu alveg rétt sem verður að segja að markasetning skiptir máli. Já. Það er hugsanlegt að við séum að tapa núna gagnvart Noregi til dæmis. Ég segi það bara því að ég er að heyra það hjá mér. Allt í einu, ég náttúrulega er miklum samskiptum mína ferðamenn, allt í einu að tala Noreg, að það séu the big thing, eins og þeir segja. Það er alveg eitthvað rétt til í því sem þeir segja. En þetta er flókið mál og margar hliðar. En sko, er þetta ofmælt óveður ský yfir ferðaþjónustunni? Sko, ég tek mitt teika á þetta. Það sem gerist í haust er náttúrulega þegar að fer að gjósa. Þetta skiptir máli. Vandræðin sem við lendum í með Bláa lónið og endalaust verið að segja af Bláa lónið og ég með hópa þar sem ég er að útskýra fyrir fólki á spænsku og það var kannski helmingurinn Portúgal sem skil ekki spænsku, þannig að ég þarf að fá hluta á hópnum til að hjálpa mér að túlka á Portúgalu. Nei, við erum ekki að fara í Bláa lónið. Það er mikil vandræðagangur í vinnun okkar sambandi við Bláa lónið og þetta eldgos og síðan förum við að sjá einhvern tíman, já við í bransanum, við gætar tölum rosalega mikið saman. Þess vegna segi ég alltaf við, það er rosalega mikið svona samtal alltaf í bransanum. Förum að finna fyrir þessum afbókunum mjög kröftulega eftir áramót. Förum að heyra frá okkar helstu samstarfsaðilum sem er í enskumælandi, svona ríkari Amerikana, efrimillistettur Amerikana. Þar fara að koma alveg massívar cancelasjónir og stórt fyrirtæki sem ég þarf ekki að vera nafngreina sem ég
sem ég var mikið með í fyrra, þá var örugglega rúmlega helmingurinn á bandarísku hjá mér að þeir finna verulega fyrir þessu, að það kemur svona reisastór bakslag. Og sama tíma komist það fyrirsagnir sem þú varst að sýna mér núna. Nú er maður búin að sjá nokkra og nú er maður komin að það steg að maður er farin að glotta yfir þeim. En ég man alveg í byrjun ársins þá var ég að bóka túra sem ég er venjulega ekkert að bóka, en eins og ég var að segja að ég væri til að fara í skipatúra frá, að ég vissi ekkert hvernig árið myndi vera, þannig að ég var farin að setja grænt ljós og fara í skipaferðir fyrir ákveðin fyrirtæki sem eru bara með stuttar skipaferðir sem að telst mjög vondur dýll í bransanum. Þú ert kannski að fara 4-5 klukkutíma eitthvað Ring of Fire eða hvað heita, þú fyrir gegnum hengil eða eitthvað svona bull. Því að flestir gætar vilja aðeins lengri tíma, lengri ferðir eins og ég kom inn á áðan, annars verður bara brjálaður alltaf í stuttum ferðum. Þannig að það var pínu svona paníkástand í bransanum og sama tíma þessar fyrirsagnir og ég, þó ég sé ekki blaðamaður, ég hef verið að reyna að skilja hvað gerðist eiginlega og hvað mikið raunhaft í þessu. Og ég fann hann að hallast að þetta sé bara ákveðin leiðrétting. Ég talaði við hótel fyrir norðan sem að því ég hef heyrt 25%, 30% afbókanir í hótelinu. Þetta er það sem við erum að tala um. Og hún sagði þess ágætt að kona á Hofstöðum, alveg frábært hótel sem hún sagði þetta er bara áriði fyrir að brjála. Þetta er þú veist, við erum bara að normalíserast. Já, það var árið fyrir sem var frávik og... Já, það er einhver svona pressa eftir COVID og núna er bara einhver normalísering. Og fyrir mig er þetta eins og COVID, þetta er himnasending, ljótt að segja það, COVID er himnasending fyrir mig að því ég þurfti þess að pásu, ég er bara brjálaður í dagtúrum frá Reykjavík til þess að fatta að það er betra að fara í lengri túra og gera þetta öðruvísi. En þessi samdráttur, eins og kallað er, var góður fyrir mig að þess að ameríska hliðinu dreifist saman, ég fann miklu meira á þýsku og spænsku og það er meiri ögrun fyrir mig og sumleiti skemmtilegri túrar. Það er ljótt að segja það, því að Ameríkanar eins og við vitum öll og elska allir Ameríkana, það getur þetta orðið leiðilegt að því að þetta er ekki challenge. Er þetta mikil tilfinning að vinna? Já, ég held þú herðist svolítið tilfinninga. Ég held það fer að taka nátt við nákvæmlega. Já, mér dettur... Þú getur orðið meðvirkur. Já, mér dettur það í hug. Og þegar þú ferð í langa túra, hvað hefur þú farið lengst í túra? Ég fer aldrei, ég á son sem er orðinn 13 núna. Skiptir við miklu máli að taka þátt í uppeldinu. Þannig að ég hef alltaf sett limit. Ef menn eru að koma með 9 daga túra, það er lengsta sem ég hef farið. Já. Og svo er það þessi regla ökuleiðsögumann að þú mátt aldrei vinna með viku einu. Nei, það er bara þannig. Þú verður að taka pásu. Ég hef einu tilviki reddað manni til þess að keyra af því ég mátti ekki keyra, ég man ekki hvað þetta er 8. dagurinn. Ég hef verið mjög mikið 6-7 daga túrum til dæmis kringum Ísland og svo 3 daga túrum Suðurland. Já. Það eru margar spurningar. Þarf maður að vera sögumaður til að vera góður gæt? Já og nei, ég held að skipta meira máli að vera svona góðlátlegur bulli. Þú þarft að Ég segi þegar þú spyrir sögumaður, ég er með fullt af sögum, ég skrifaði náttúrulega eins og allir vita, náttúrulega farið í self-promotion. Ég skrifaði bók langafa sem er byggð á sögunum af móðurfjölskyldunni á Suðurundirlendi. Þetta er bók það þegar jökullinn er að brána, það sem er núna Jökulsárlón, langafa sem fer yfir þetta. Þetta er mikið á sögum. Já. Þetta er náttúrulega saga fjölskyldunar og skiptir mig persónulega gríðarlega miklu máli. Þess að ég sé ekki tilgangin í því að vera leiðsegja landið mitt og hafa ekkert persónulegt að segja. Nei. En svo hef ég lært, af því að þú getur kallað að þroska eða eitthvað svo leiðis, að það er alveg til fullt af ferðamönnum sem er drullu saman með það hvort þú ert góður sögumaður eða ekki. Já. Og þú þarft svolítið að finna út, þú svolítið að þreifa fyrstu klukkutímana, fyrstu dagana. Hverju er að fara að segja frá? Er ég nokkuð að fara að segja frá afa? Nei, það passar ekki við þennan hóp. Þessi hópur, er ég að fara að sýna bókina? Nei. Er ég að fara að sýna bókina? Absolutt. Kennari, sagfræðingur, hvað greindavístölu við komum til ferðamaður með? Bara ljótt að segja það. Já, einmitt. Þannig að þú ert að lesa fólk utanfrá myndir örugglega halda að já, þú ert sögumaður, þú ert að segja sögur 6 klukkutíma á dag og keyra 12 tíma á dag eða eitthvað svoleiðis. Nei, það er bara sumir bara vilja að þú haldir kjafti og þetta er svo kallar prívatúrar þar sem þú ert að keyra með ein hjón kringum landið, jafnvel einn einstakling. Þú byrjar að segja
þú byrjar að segja frá tectonic plates og the parliament og allt þetta og svo uppgötur mjög fljótlega að það engin áhugi á því sem þú ert að segja og þetta sjokk fyrst en svo lærirðu inn á hvað vill viðkomandi heyra mikið, hvað vill hópur þetta áhugavert sko en svona miðað við mín kynni á ferðaþjónustunni á árum áður, ég vann töluvert mikið í ferðaþjónustu þegar ég var ungur þá dettur mér í hug að það hafi ekkert breyst síðan bara á 9. áratug síðustu aldar að erlendi ferðamenn þeir koma fyrst og fremst til Íslands vegna náttúru landsins og punktur er það ekki bara þetta er alveg rétt mergur málsins og maður þarf að sætta sig við þetta sko spænska er opbóðslega skemmtilegt að vera með hópa og því að spænska er svo skemmtilegt tungumál og þú verður bara að sætta þig við það að los españoles no quieren oír nada de tu bisabuelo, tu puto bisabuelo þetta hljómaði þú færð hópa Pítur, ert að fara að tala um langafaðin aftur er ekki lagi með þig og þá þarf það slaka sko þú getur ekki verið að tróða hún í fólk þínu egói, þetta er líka skemmtilegt þú verður náttúrulega líka neðislega að horfa sjálf það utanfrá stundum er það að hæfi og stundum ekki það var frábært daginn, ég fór Vestfirðina ég ætla að hlýða að saga og þetta var svo gott dæmi en þetta er líka skemmtilegt við okkur Íslendinga við erum alltaf að óta okkar tóta ég fer Vestfirðina út í Látrabjarg með kúkir í buxunum og hræðslu að keyra sprintir þessa vegi en ógeðslega gaman og keyra alveg upp á Ísafjörð og þessi vegir eru bara eins og þeir hafa alltaf verið æðislegir þetta var æðislegt sko ég fer ekki ofta en þetta eru bara ein og ein sumarferð og þá kemur upp í opnum þýskur alveg dásanlegur eldri borgara þýskur hópur það voru 2 konur svona mínur ekki kannski sem langar að fara að ríða á hestbak og ég er að redda því það er eitt sem er svo gaman í jobbinu það er að hringja hitt og þetta þú kynnist náttúrulega fullt af Íslendingum þannig þeir eru til út á landi sko Íslendingar, lundin er til og þá redda ég einhverju hringi eitt og svona næsta bæ, hann er með hestbak það getur komið á bak og eitthvað í kvöldi í kvöldi, ok og ég hringi og þá segir ég ertu ekki með getur ekki tekið að 2 hestbak jú, hvað, þú veist, gefur upp verð og eitthvað ég nenni ekki, ég er búin að vinna í allan dag ég nenni ekki en ég er með geisladiska þú veist og ég sá alveg sjálf á mig ég er með bók þetta er samt spennandi einu leyti að sko af því að þú talar þetta hvernig þú veist þessar breytingar og þetta við mögum ekki missa sjálfsvirðinguna við mögum ekki glemma því að við skiptum meira máli heldur en ferðamaðurinn þurfa upp í staði okkar sjálfsmynd ég oft pælt í þessu sko þú sérð fólk sko sem við segjum sem er alveg þrotað einhver sitjandi leiðsögumaður sem við hliðin á einhverjum rosa fúlum bílstjóra með reitt hár og allur í mat við fáum svo mikið að éta líka mér finnst ég matablettum með skilti nummer 3 út af einhverjum bát mér finnst ég fólk missir sjálfsmyndina það er þetta svo áhugavert sko mér finnst ég þú áttu að vera að selja geisladisk mér finnst ég stundum ganga fram á félaga mína kannski fyrrverandi blaðamenn í Dimmuborgum í leiðsögumanns það getur um skömm sko í leiðsögumanns hlutverkinu með brostið augnaráð brostið augnaráð þú verður örugglega ég var alveg með brostið augnaráð sko þetta er jú, nú skil ég betur hvað átt þú spyrum tilfinningalegt álag og svona veginn og ég tala að herða sig og eitthvað svona jú, sko ef þú ert ég hef stundum gert grín að tala um þetta eins og vændi já, þetta er nefnilega, það getur verið svolítið stund á milli er ekki þú ert að, sérstaklega dagtúrar við erum að tala um sko það eru þessi 3 stóru dagtúrar, þeir sem ekki vita það er Gullhringur, Suðurströnd og Snæfellsnes og þá frá 8 klukkutímum upp í 12 og menn sem eru kannski að sjá fyrir heimili og ég eins og ég er að fóta mig í bransanum menn eru kannski að taka 4, 5 6 svona dagi í mánuði upp í 20 vaktir á mánuði eða meira og eru að búa til pening jú, þeir eru að velta pening og eyða náttúrulega lenga á meðan og taka aldrei upp kreditkortið fyrir sjálfan sig þetta er vertíð og þá kemur brostna augnaráð ég hef stundum og ég hef gaman að ég á stoppunum þú veist þegar þú ferði í þessar svo kalluðu multidayferðir sem eru hótelferðir menn halda það sem er álag en það er þannig að þú ert kannski að keyra einhverja
þýska eldri borgara eða fjölskyldur og þú þarft kannski ekkert mikið að sinna þeim eftir 6. Í sum tilvikum þarf ég að borða með þeim eða fyrir óöryggir náttúrulega get ekki lesið þarna menúin. En oft ég bara í friði. Og ég næ algjör hvíld og ég þarf ekkert að ræsa og ég bara vakna 8 eða 7 eða hvað það nú og alveg úthvíldur og ég keyri á næsta stað og þetta verður rólar, ég kynnist fólkinu smá og... En menn sem í dagtúrum nú þurfum koma aftur inn á brostna augnaráðið ég veist þetta, þú veist dagtúradræsur eða hvað maður kalla okkur ok, ég þarna líka, ég ger þetta ennþá oft og en að taka þá dagtúr eftir dagtúr þarna ferðir að líða eins og vændiskonu þú ert að hitta þetta fólk á hvernig mótni og það fer í gegnum þig og þú stoppar aldrei og þetta mjög áhugavert og það var líka sagt áhugavert að læra á þetta líka. Það var líka sagt þegar ég var að starfa í móttökum á hótelum áður en ég var 20 að þjónustulund hún lægi ekkert mjög vel við Íslendingum. Hefur það eitthvað breyst síðan? Er komin önnur skilgreining á það? Það er náttúrulega erfitt að segja, sko, við verðum náttúrulega að vera þjónustulundar upp einhverju marki en ég held að þessi jafnvægisspil, þú mátt ekki missa sjálfsvirðinguna. Nei. Þú mátt ekki láta, þú kemur þarna sem þú mátt ekki, jú, það þjónustulund, það náttúrulega, maður sér, þegar maður horfir á fólk utanfrá, maður finnst þið vera smjaðrað þegar vilja tips, skilurðu, svona með ríkari ferðamenn og En við byggjum náttúrulega ekki á mörg 100 ára gastronómíu hefð eins og margar Evrópuþjóðir, þannig að kannski við að einhverju leyti svolítið að skera okkur frá mörgum öðrum þjóðum. Við flytjum náttúrulega inn mjög mikið af fólki til að vinna í þjónustugeranum, hótelgeranum. Svo það náttúrulega. Inn á matsölustöðunum og það fólk stundum ekki til alltaf betri en Íslendingarnir. Mér finnst gaman að koma til landi og það fjölskylda og allt í einu komin amman og barnabörnin, gott dæmi í Djúpavogi, langa húsið á Djúpavogi, langa búð fyrirgerðar stóðlöfum, ég lesa mig, ég veit ég á að vita þetta, alltaf að segja frá þessu ensku. Og mér finnst það mjög yndislegt þegar maður kemur og allt í einu Íslendingar og, mér finnst við alveg að vera náttúrulega þræl, ekki gleyma því við byggum í torgkofum og vorum undir dönum. Við erum náttúrulega þrælakinn, þannig. En þeir sögðu... Ég bara veltu þessu fyrir mig með að tala við þig. Já, sem bara skemmtilegt. En þeir sögðu útlendingarnir sem heimsóttu okkur að þeir veru svolítið, þá ég að tala svona 1750 til 1900 kannski. Þeir sögðu að það væri eitt sem væri svolítið sérstætt við Íslendinga að kynnin væru svolítið svona markmiðadrifin hjá Íslendingunum þeir var að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum. Að með heimsókninni þá voru það að leita einhverjum ávinningi. Þetta var skemmtilegt, ég verið að fá að lesa. Þetta var... Þetta ég núna ég ára þá náttúrulega alltaf meira og meira spænsk. Það ferðaskrifstofa sem mjög kær, sem íslensk spænsk ferðaskrifstofa. Og ég og kærasta við fórum í frí til Malaga og við hittum þetta fólk og tókum dinner og hún ein sölukonan hérna Asahara, við vorum að ræða þetta að mér fannst hún svona að fara inn á þessa nótur það er svo merkilegt með ykkur Íslendinga þau eru náttúrulega bóka þessu hótel í Vík sem alveg 60-70 skall nóttin og reyna að búa til þessa túra sem ég svo fer í, skilurðu, og selja þessa pakki í Madrid á Fíbúr, menn hún heitir Fíbúrhátíðin sem einu svona ári. Það er svo merkilegt með ykkur Íslendinga, það er alltaf eins og þið séu að reyna að ná öllu. Þið ráðist á þetta og svo bara kláriði einhvern veginn. Bara allt ekki að það er eins og sé ekkert svona langtíma hugsun hjá okkur í viðskiptum. Nei. Og svo er þetta fattað, ég vissi það ekki þá, en þetta fyrirtæki búið að reka sig mitt bara mjög vel í 20 ár. Skilur og ekkert verið neitt endilega mjög áberandi hér þessi ferðaskrifstofa, það er endilega misjafnt en þessi sem eru mest áberandi það virðist vera eins og sé alltaf að reyna að ná maximum profit út úr þessu og það er ein hryllingssaga því ég veit að þú elskar svona social hryllingssögur það sem ég ætla ekki að nafngreina, ég held að flestir vitur hvað þá skilst mér það var dagtúrafyrirtæki mjög stórt í Reykjavík og þeir ráku bara flesta gætana, bestu gætana með mikla reynslu helmingurinn þú þarft ekki að vera íslenskur til að vera góðu gæt helmingurinn cirka Íslendingar og hinn helmingurinn útlendingar á einu bretti og réðu bara nýja í staðinn
En ekki nóg með það, heldur voru þeir að senda suma gætana í svo kallar ghostferðir, þar sem að nýji gætin situr fyrir aftan og lærir allt sem þú ert að segja. Svo ertu bara bye bye. Þarna eru menn að reyna að maximæsa. Þetta myndi ferðarskurðstofan spænska sem ég var að tala áðan til dæmis. Þú spá mér að segja nú yfirleitt ekki endilega mannana mest bestir, sko. Nei. Þeir geta verið bölvaðir hráðfuglar líka. Þá í þessu tilfelli, þetta myndu þau aldrei gera, skilur. Það þessi mannlega reisn. Og flest, sem betur fer hafa nú flest fyrirtæki en það. En þetta þessi rányrkja til. Þú nefndir mannlega reisn. Ég man eftir pistli frá þér á Facebook, kannski var hann skrifaður í febrúar fyrir svona 2 árum. Þá varst að segja að það færi lítið fyrir mannlegri reisn hjá þjónustufólki sem að meiri segja á þeim ástíma væri verið að svíða þannig að mér minnir að þú nefnt dæmi einhverja konu Þú sagðist ekki hafa sofið einhverja daga. Já, sagðist ekki hafa sofið í 2 vikur eða eitthvað slags, bara alltaf 24/7 á vakt og þú varst þá að spá í því að það færi kannski ekkert mjög vel fyrir íslenska ferðamanna sumrinu sem þá voru nokkrir mánuður í að þegar álagið væri orðið þannig að Suðurlandi væri sprungið í febrúar. Já, þetta er alltaf væl í mér. Var þetta væl? Björn, clickbait væl á Facebook. Þú veist, kastar einhverju svona fram. Febrúar er alltaf álagsmánuður. Það er talsvert að gera í febrúar. Og eitthvað, ég hef sennilega verið að koma úr pásu og fengi sjokk yfir í hvað er mikið að gera. Og þetta er stundum óþægilegt þegar það kemur rosalegt álag á lítinn punktið. Það er þetta vel fyrir norðan þegar skemmtiferðaskipin koma öll í einu og með dimmuborgir fyllast á fólki. Þetta er oft óþægileg tilfinning og þá hefur maður tilhneigingu til að koma svona upprópanir og maður hleypir inn á Facebook og maður veit að maður fari athygli út á, gott ég rataði ekki alla leiðin í einhvern fjölmiðil út á þetta og eitthvað. En eftir á finnst mér hvað, þú veist, það er mjög gott að horfa sjálfan sig í bakspeglinum stundu, hvað er þetta bulla vælið. En þetta var það. En er hægt á því að sko hálft landið sé fullt af fólki sem hefur verið flutt inn í gámum og það býr í gámum og það er allt tekið út úr því í 4-5 mánuði og svo er það sendt úr landi og það hafði minna upp en það hélt að það myndi hafa og það gerði ekkert annað en að vinna allt sem skemmtilegt að þú skulle segja þetta svona því að ég er að klára skáldsögu þar sem ég er mjög svipaða setningu þar sem ég lýsi manni og hann er komin inn á vertíð og svo verður hann sendur úr landi eftir nokkura mánuði með post-traumatic syndrome. Ég noti þetta með afgreiðslumanni held ég í retreat. Ok, ég verður að lesa næstu bók sem ég er að klára að skrifa. En jú, sko, nú það er auðvelt að alhæfa eitthvað svona. Auðvitað hef ég ekki einhverja djúpa innsýn í akkurat þetta sem að þú gekk svo langt að kalla mansal áður. En auðvitað, segjum að þú sért stúdent í háskólanum í Alicante og þér býðst vinna þetta stekkur á þetta og menn eru að fá margfalt betri tekjur fyrir margfalt skemmtilegri vinnu heldur en á Spáni, þetta er atvinnulegs og Spáni þar sem að 1500 € lágmarkslaun 1000 € fólki eins og valst að kalla mioristas það sem að komast aldrei við 1000 €, koma síðan hingaði 3-4.000 þannig að mikið af þessu fólki sem er mjög hæft fólk og fær þokkalega borgað eða vel borgað með þess að vant. En síðan heyrast margar, ég segja heyrast, ég hef ekki með beina einsinn í þessu, ég veit að hagsmunafélag eins og félag ökuleiðsögumanna, leiðsögn, VR, nú ætla ég ekki að hætta mig djúpt út í þetta, þannig að ég er ekki sérfræðingur þarna. Leiðsögn er að sameinast VR sem verður til góða og þar verður unni í þessum málum að hjálpa þessum fjölmörgu einstaklingum sem eru þó sviknir. Mjög margir af þessum einstaklingur sem koma frá Suður-Evrópu, Austur-Evrópu eru mjög hæfir og fá sem betur fer vel borgað og eru að moka peningum heim til sín, eru að klára sitt nám og þetta eru alveg frábæra einstaklingar sem eru kynst gegnum árin svona frá þessum löndum en á sama tíma er mikil umræða í bransanum skiljanlega undirboð en þess að það er náttúrulega undirboð ég kem frá Gadíð eða frá Mílanó eða frá Aþenu eða auðvitað er ég og er bara komið vel fyrir auðvitað er ég í aðstöðu til þessu undirbjóða en það er ekki bara þeir það er pressa einmitt líka ofanfrá að menn lækki launin og menn þurfa að standa fyrir sínu til þess að fá verktakalaunin og menn gugna oft á því þegar byrja að fara í gullhring fyrir allt og lítinn pening og svo framvegis þetta er flókið mynd en sko
það svolítið skemmtilegt hérna, ég var einmitt á þínu heimasvæði hérna upp við Víti. Já. Þú þekkir Víti? Já. Og þetta sem ég þetta góð dæmis að þetta var að gerast fyrir nokkru vikum, mánuð síðan. Að það já, allar þessar umræðu þessa gæta sem kom og ég að labba upp á Víti og ætla að fara að segja eitthvað mitt fólk og þá hann að maður alveg brjálaður með svona lokshugleiru og ég fer að hlusta hvað hann að útskýra. Þá hann að útskýra jarðfræði fyrir hóp á spænsku og ítölsku á sama tíma. Og ég skil alveg nóg í spænsku til að heyra, hann veit alveg hvað hann að tala og hann veit meira en ég myndi aldrei geta þetta. Gleymdu því, þú veist, ég ekki að fara að útskýra svona flókna jarðfræði allavega ekki strax á spænsku. Þannig að þetta augljóslega snillingur. Hann er alltaf kolólegur og hann sér mig og ég ekki einu svona mertur en eins og eru sumir með svona belju, hvað heitir þetta? Svona eins og forystusauðir, með eitthvað svona merki halsinn, algjör trúðar, keypt próf einhverjum leiðsöguskóla, konfliktpakka próf, skilur 5.000 kall og farið eitthvað svona hálsinn. Hann ekki með neitt svoleiðis, en hann greinilega svikari og hann með hópinn á svona 4-5 litlum bílum skiluru og hann sér mig, hann sér ég að horfa á hann á Íslendingur og hann flýtir já ok, allir út í bíl, keyrir burtu svo sé ég hann út undan minni yfir daginn það er skemmtilegt að hérna, maður sem augljóslega glæpamaður er miklu betri gæt en ég og þú miklu betri en ég að tala spænsku af því hann augljóslega að spá mér í það þetta var svona áhugavert svona wake-up call, við erum alltaf að tala þessu undirboð eitthvað svona, en þá náttúrulega verðum við líka að spyrja okkur, eru við nógu góð? Mikið af þessu fólki sem að koma og leiðsegja á Íslandi eru bara algjöru snillingar. Og hérna, en hvernig en það vantar eftirlit og það er alltaf alumræða núna, það þarf, til þess að koma í veg fyrir þetta vandamáli, þessu undirboð þetta, þá þarf miklu virkara eftirlit og það eru hugmyndir veit ég núna sem ég vil ekkert fara langt út í að því ég veit bara ekki nóg það, en að vera með einhvers konar námskeið þar sem að þú færð þessi réttindu til sem er ökuleiðsögumaður til dæmis en vandinn það er svo lítið eftirlit og það er svo litlir peningar settir í að stoppa menn En eru það verkalýðsfélögin sem eru lykilfarvegur upplýsinga og verndunar í þessum efnum? Ég er að vona að þetta samstarf eða samruni við VR breyti þessari mynd og að því að stoppa þessar snillingar sem er alltaf góður í að leiðsegja En hvað með gæði ferðaþjónustunnar? Nú hefur oft verið talað það að það svona breyttist fyrir nokkrum árum að tökum dæmi eldri íslensk hjón og bara segjum að þau séu frá Akureyri og þau tala ekki ensku og þau keyra hringinn í kringu landið og þau gista 8 nætur á 8 hótelum þau hitta aldrei Íslending í móttökunni það er aldrei neitt sem talar við þau íslensku og þeim leið aldrei eins og þau hvorki væru sérstaklega velkomin á sinni hringferð landið né leið þeim bara eins og þau væru á Íslandi hvað með þetta, hvað með gæði þjónustu hvað með munin á þeim upplýsingum sem starfsmaður í móttöku veitir ef hann er hagvanur ef hann er úr héraðinu, ef hann ólst upp í héraðinu, veit allt alla náttúruperlur eða einhver sem kom bara með skipinu nánast í lestinni nýkominu og í gámunum að vinna þarna allt sumarið býr í gámunum yfir sumartíman og að vinna í móttökunni þú skilur hvað ég á við hvað er þetta að segja þetta er flókið málefni og ekki til neitt einhlít svar þetta er skemmtilegt annars verður þetta að fá góð dæmi það hefur verið fjölmiðlum núna það er náttúrulega Ítalinn sem ég kannast við og ég sé Facebook-vinur minn sem þau ekki með nöfnin á sem var í viðtali í Mogganum nýlega gefa út bækur Icelandic folklore eða þjóðfræði svo ég tala ekki íslensku lengur bara sendum úr land og náttúrulega er háan hjá þér í hinum tungumálum og fleiri og við erum að fá hámenntaðasta besta fólkinga til þess að leiðsegja það eru Ítalir sem vita annað dæmi það eru þessir Ítalir sem ég er að nefna hann Roberto að hann veit 10 sinnum meira þjóðfræði heldur en ég eða næsti maður og að velta fyrir sér hvort það sé ekki ofmetin þessi vikingagen hjá okkur og svo framvegis og við erum annars verið að fá þetta
og svo erum við alltaf að fá fólk eins og þú segir sem að láglauna fólk sem fælist inn einhvern veginn og veit ekki neitt og svo framvegis en með þú færð ekki Íslendingar að vinna þessu störf þá verður að fá aðra í það það er mjög erfitt að manna þessu stöður og launakostnaður líka hjá hótelunum er mjög mikill svo framvegis og mér skemmtilegt að nefna þetta því þegar ég kom fyrst skipt á Skútustaði eins og ammeinar ættu Ólöf Árnadóttir, dóttir Árna og ég veist ekki einu svona nákvæmlega hvað hún var jörðuð, hún er jörðuð þarna á Skútustöðum og þá man ég kom inn hérna í lobbyið á hótelinu opbóðslega góðu með mig og hérna, heyrðu amma hérna, veist þú ekki eitthvað það, þú veist eitthvað, ert þú hérna? Þá var þetta einhver maður frá whatever og bara gerði grín að mér sko og ég sagði from Skútustað, oh you mean the ice cream place? Your grandmother's from the ice cream place? Og ég man ég var svolítið voru Skútustaðir, þetta forna menningarból var það orðið the ice cream place? Já, í hans huga og ég man að það var svolítið sjokk fyrir mig og maður þarf að læra að lifa með raunveruleikanum að hann er ekki alltaf einfaldur, skilur við. Nei. Þetta má leysum við ekki hér. Ég ætla að henda boltanum yfir til VR. Meira eftirlit og svo framvegis. En þú ert náttúrulega í svona lobbyum, þú ert að fá ofta alveg frábæra þjónustu, kannski menn alveg þrautþjálfaðir úr Reyðurum Barcelona sem er eins og núna síðast þegar ég var með hvað heitir hitt hóteli, Barjami hérna, já ég var þar daginn Já, sem var gamla hótel Reynilið Við hefum ekki að byrja á því að það eru að banna þessar nafnbreytingar Þetta er alveg ótrúlegt Hvað ég segja, Berjana? Ég veit það ekki, já Berjana Nei, þetta er alveg ótrúlega lágkúra sko Óþolandi Og þar var Þarna hétt hótel Reynilið áratugum saman Ég vann þar Vannst þarna? Ég vann þar Það er búið að leysa á spænskumælandi ungum maður sem er alveg sérstaklega hæfur Þau eru alltaf alveg upp og búin að fara í einhvern hótelskóla eru opaslega góð í því sem þau eru að gera og þau eru alltaf fyrst og fremst að þjónusta enskumælandi ferðamenn láta þeim líða vel og þegar ég kem eitthvað amma, Olla var hún og ég held að það er bara djók það kann ekki ekki mála á það Nei Herðu, hérna, ég má nú ekki kalla þið Tóta, við erum bara hittist fyrsta skipti en það er alltaf talað þessum Tóta þannig að ég ætla bara að segja Tóti en hérna, það er svolítið liðið á samtalstíma okkar en við erum samt svolítið eftir og hérna, mér langar aðeins að víkja talinu aftur svona þessu samfélagslega þú kannski heyrið það í eingangnum hjá mér að ég var að tala sko við viljum fá sem mest út úr ferðamannum en við viljum kannski ekki leggja til ferðamennskunar og ekki leggja til innviða það sem við þyrftum að gera. Áttu von á því að Íslendingar séu svona hægt og rólega að leita jafnvægis í þessari grein sem er tiltölulega ung sem svona gríðarlega þýðingamikill atvinnuvegur eða eru við búnir að finna bara einhverja svona formúlu sem er komin til að vera eru við leitandi Þetta er svona tala samdrátt sem er mjög gott og alveg svo COVID var gott fyrir mig að þú veist að staldra við og hugsa málin og það virðast vera að gerast góður hlutir einhver í umræðinu það ekki og eins og þessi marg umtalaða VR leiðsögnar sameining og svo framvegis en ég held að, ég veit það ekki, ég vil tollvegi bara, ég vil bara skattleggja og ég vil meiri skatta á ferðamannin. Það er mín skoðun. Ég held að sé ekki ofskattaður til þess að styrkja innviða sérstaklega vegakerfið sko, sem er oft slæmt sko, þegar við verum að keyra. Það er umdeilt atriði, pólitískt atriði. Þá ætla ég bara að spyrja þig bara sérstaklega út í það. Þú byrjar að keyra þjóðvegi landsins, 2018? Já. Og nú er 2024. Sérðu mun á gæðum vegana 2018 og 2020? Ég sé náttúrulega fyrst og fremst það er mikið verið byggt infrastruktúr, bílastæði til dæmis og Snæfellsnesi. En þjóðvegi? Snæfellsnesi er allt annað. En finnst þér að þjóðveginum hafi hnignað á þessum 6 árum? Mér nefnilega finnst það sjálfum. Ég keyri mjög mikið á milli Mjósveitar og Reykjavíkur. Mér finnst þessar vegaxlir og mér finnst hérna dældirnar. Ég keyrði 13 sinnum kringum Ísland síðasta sumar, 16 hringi. Kannski er ég bara meðvirkur. Ég veit það ekki. Ég finnst þetta ekkert stór mál sko. Það eru vandraða kaflar sem maður blótar yfir að sé aldrei lagaðir. Frægir kaflar eins og vegurinn er að Djúpalónssandi sem er stórhættulegur.
og erfiður og maður blölvar í hvert skipti okkur ekki eitthvað gert þarna en svo sér maður alveg stórar umbætur þarna upplýsingamiðstöðin á endanum á Snæfellsnesi í Hellisandi Er verið að rukka núna fyrir aðgengi að Djúpalónssandi? Nei, ég held að þetta gera það ég sko, nú vera margir í ferðarþjónustunni reiður út í Tóta sko en ég gott dæmi faxi sem var pínlítill foss hann að leiðin upp á Gullfoss það var þegar ég var að byrja hann var alltaf ókeypis og alltaf eitthvað helvítis vesinn og svo byrjaði að rukka þeir eru búin að setja upp svona austantjáls það er eins og Checkpoint Charlie ég voðalega gaman að kemur þjóðveri hana og sagði das ist unser Checkpoint Charlie in Ísland og þá var það með svona lítinn skúra sem svona bóma fyrir upp og borgar og ég man að ég var alveg brjálaður þegar ég byrjaði að rukka þetta hvað er að rukka fyrir faxa og fullt af fyrirtækjum hætti að fara hana en hvað gerist þá? Þá gerist það að ég með einhvern hóp af þjóðverðum því þjóðverðum finnst voðalega gaman að vera prívat þeir hata náttúrulega aðra þjóðverða hata fólk eins og þú veist en þeir eru mjög skemmtilegir sjálfur bara vilja vera allein in der Natur og þá borgar einhvern smá pening ég man ekki, það verður eitthvað grín og ert bara með fossinn fyrir þig skilurðu meðan þetta var komið út í óefni þannig fyrir einhverjum árum fax er gott dæmi þetta og það eru fleiri staðir sem mættu rökkinn og það er alltaf verið að tala já það er einhver að mata krókin einhver einn aðili og svo framvegis það er Vestrahot til dæmis, vikingakaffi þar ég held ég hitt mér þessar fólk frá umhverfisstofnun sem var að spyrja mér hvað mér fyndist og svo framvegis ég veit ekki, ég vil fleiri svona Checkpoint Charlie hlið og þar sem fólk setur þá peningin ég veit ekki hvort þið gera það á Vesturhorni reyndar ég held að, það er bara myndalegt kaffhús sem þau eru með og svo framvegis en ég held við verðum að tolla meira, skatta meira og það sé leiðum fram og hætta þessu bullum að við séum að reyna að fá hágæða túrista, það er ekki til, þetta er allt fólk það er skrítinu með máttspyrjum það Já, en sem sagt, ef ég skilji þið rétt, þá fyrir þessa peninga sem að ferðamaðurinn leggur aukalega fram, þá fá hann vernd og þjónustu. Nákvæmlega. Það er alveg góð dæmi það sem að finnur að, mér finnst faxi gott dæmi, þú ert bara að kaupi pínlítinn pening, svona smá privacy. Já, ætli viðhorf okkar sjálfra, okkar Íslendinga hafi breyst ansi hratt síðan Steingrímur J. Sigfússon og allir apeshittuði yfir einhverju sem við köllum náttúrupassa ekkert fyrir svo mjög mörgum árum og til dæmis þá var talað sko að það væri niðurlæging fyrir Íslanding að borga gjald fyrir að leggja bílnum sínum við Þingvelli þetta við erum komin ansi langt frá þessari umræðu frá þessum tíma núna. Er þetta ekki flókin umræða? Ég veit ekki, mér finnst að Íslendingar og þeir sem að búa hérna mættu alveg mismuna það er örugglega mjög hættulegt pólitískt. Er það hægt? Gott að ég er ekki pólitík sem betur fyrir, ég er bara brjálæðingur. Er það ekki út af einhverju með skuldbindingum? Nei, það er nefnilega ekki hægt. Ég held að það sé lagalega ekki hægt. Þess vegna er eins og með sundlaugarnar, þeir eru að reyna að svíða pening af eldri borgurum, ferðamönnum sem koma hingað og af því þeir með ekki mismuna fólki eftir ríkisfangi, þá vilja selja innlendu eldri borgurunum sundkort, áskort á bara 3 eða 4 skall til þess að geta náð peningunum af jafnöldrinu þeirra sem koma utan úr heimi Ég hef ekki séð marga af þessum eldri borgurum utan úr heimi í sundi Nei, en þau tala samt hjá Reykjavíkurborg að þetta sé eftir töluvert mikla slægjast ég er sammálaður, ég sé eiginlega aldrei eldri borgara erlenda í sundi Ég sé einhverja yngri erlenda borgara sko Já, en sko það eru mörg álítamálin í þessum bransa ég ætla en þú ert búin að svara svona ýmsu þú ert búin að upplýsa ýmislegt fyrir mér og vonandi hlustendum og áhörendum að það búið að vera gaman að fá því í heimsókn en ég var aðeins að impra á því þarna áðan að þessi klemma sko þegar artistinn verður fyrir ferðaþjónustuna þetta er heiðarleg vinna, hún er eflaust mjög krefjandi og skapandi og maður þarf sannlega að vera algjör snillingur til að vera góður guide, ekki síður en maður þarf að vera mjög hæfur til að skrifa bók eða mála mynd. Þú ert myndlistamaður og þú ert rithöfundur. Og
hvernig gengur að hérna finna þetta saman? Þetta flókið sko. Er það ekki? Þetta flókið. Þú helst að taka sér frí í mánuð eða þú veist lengri tíma til senna því að sjálfsblekkingin svo að þú getur verið að skrifa þú ert á hótelferðum, það er erfitt að teikna og skrifa. Er það ekki hægt? Þú ert tómur sko, En Ólafur Jóhann sem að skrifaði bækurna sína til forna þegar hann flaug á business-klassanum á milli New York og Jú, það er hann Japan. þú situr, jú, það er hann að sitja í lest, gera eitthvað svona. Ég reyna þess vegna ég líka meiri í þessu multidate til að geta tekið mér nokkur daga frí til þess að vinna áfram einhver handrit, eins og núna fer ég ekkert aftur út fyrir á 50 daginn. Þá næ ég einhverju skorpu. Ég með nokkuð verkefni, stundum ég að íta verkefnum undan með mánuðum saman. Ég skulda ritlunarsjóði eina litla skáldsögu á íslensku. Já. Og svo ég að vinna aðra bók á ensku beint. Þannig að ég að prófa að gera það. Af því að fyrst þegar ég byrjaði að skrifa þá var ég að skrifa blogg á ensku. Þannig að ég að reyna að klára framhaldi út að drepa túrista á ensku. Og svo framhaldi þessari bók sem að ég með á 4 tungumálum notabene, þessum tungumálum sem ég að gæta á. Og hún verður Reykjavík og ömmu mína í Reykjavík. Það verður Ég með 3 verkefni sem ég að velta undan mér, ég veit ekki, ég bara vona að koma annað COVID-björn. Er það? Já. Fáið góða pásu, svo getur maður alltaf einhvern tímann stigið út úr þessu og ert ekki dæmdur til að vera í þessu allæfi og ég kláraði svolítið stóran skuldapakka sem ég var með eftir listamannalífið fyrir ekkert allt of löngu síðan. Það er ekkert allt of langt síðan ég var með Facebook-beðin einhvern sem geti leiðbeint mér skattaskuldarmál sko. Það er allt sem hann farið þannig að leiðin fram greið í allar áttir sko. Þú veist, ég að fjárfesta sjálfur líka í þýðingum á dóti sem ég að gera. Þannig að já, það er fjárhagslegt frelsi sem kemur með þessari þrælavinnu á galleðinni sem að nýtið, en það er flókið, já, það er flókið og þetta þú veist, maður má ekki missa sjálfsmyndina, sjálfsvirðinguna sem það sem þú varst uppalega, hvort sem það rithöfundur eða eitthvað annað. Þú ert alltaf, já, þú ert alltaf, hver kjarnin í þér, skilur, er það peningarnir, eða er það eitthvað sem þú ert að búa til, þú verður að eiga þetta samtal við sjálf á þig. Já. Og ég kemur upp í hugan, það var ferðamaður, spurði, við vorum eitthvað að ræða hvaða stað getur fyrir út að borða og ég fór eitthvað að bolla þetta og svo sagði ég but that's what we do, but you know, we're human beings, you're just a tourist, sko. Þetta er svona, þú verður að geta varðan að level, það sem þú getur leyft að segja svona leðilega brandara, þetta er bara fyrir ekki fyrir út í efni, en þú veist, þetta er mikilvægt og ég held að þetta sé vandamál hjá okkur almennt, af því að við erum minnihluta tungumál sem gæti farið að hverfa, við þurfum allt þetta fólk sem kemur inn í landi sem yndislegt og hæft fólk til að vinna með okkur. Það er ekki nóg að venda tungumálið, við erum líka einhvern veginn að finna hver er ég í kjarnanum, þú veist, sem þjóð, við getum mist sjálfsmyndina bara því að keyra gullhringi. Skilur, þetta er góðu frasi, þetta er gott clickbait. Missir sjálfsvirðinguna bara að keyra gullhring. Þú skilur hvað að fara. Ég skil hvað að fara. En finnst þér sem að sé svona einhver manngerð sem öðrum algengari í þínu starfi? Er þetta mikið til þessi hópur sem við vorum að ræða áðan? Svona leikarar, listamenn? Ég kynnst alveg gríðarlega mikið af mjög skemmtilegu fólki og þetta einmitt sko stundum fjölmiðlapersónur, fyrirvændi stundum leikarar og öll störfin í blaðamennsku eru horfin þannig að öll störfin í blaðamennsku eru meira og minna horfin þannig að þetta er samt ekki áberandi hópur, það einhverjir svona sem voru í fjölmiðlum í gamla daga og ég að reyna að muna mikið af blaðamennum, leikarar, fólk úr öllum áttum, það alveg gríðarlega skemmtilegt fólk í þessu og það gerir hennar bransa reyndar mjög skemmtilega þegar þú ert að fara á stað, þú veist að þú ert að fara að hitta skemmtilegt fólk á kaffistofunum og líka internetstuð hvernig við styðjum hvert annað í þessu, hringjumst á póstum á Facebook, þessi vegur opinn, allt þetta svo annar hópur sem svona hvað við kalla svarta netið eða
undir netið. Það er fólk sem bara alltaf að rífa hvert annað niður og það er ekkert að vinna, þú hittir aldrei á göttunni. Það er einhvers staðar bak við skjá og rosalega reitt. Tóti var að segja eitthvað. Það er alveg opboðslega mikið. Ef einhver er núti að vera að hugsa að fara út í þetta, eftir félagslega er þetta opboðslega skemmtilegt. Bæði ertu að kynnast mjög skemmtilegu fólki frá öllum heimsóknum og Íslendingarnir sem eru að vinna við þetta. Þetta er, sko, þeir hafa maður og manns gaman. Já. Og þeir þurfa að komast í gennum daginn. Sko. Og það verða til töfrar. Það er töfrar. Þetta er það sem er gaman. Ég er félagslindur, eða svona félagslindur og svo einangraði mig, en þú veist, ég fæ útrás fyrir félagsverðurinn í mér þarna. Já. En svona rétt í lokin, Tóti, ef við reynum að súmera upp hérna How do you like Iceland, sko? Hvað er það sem að fólk segir við þig rétt áður en það tekkar út og flýgur aftur heim til sín? Hvað var það sem að kom því mest á óvart við eiginu okkar fallegu? Já, ég held að setja víða útsýni. Það koma allur útsýni. Já. Sko, hvort sem það er maður frá Finnlandi sem er búin að keyra í eða keyra gegnum skóginn á þess að sjá. Það er þessi breiða yfirsýn sem við þurfum líka. Vindmyllur, passa þær inn í það? Já, ég sjálfur, sko, þetta er tema sem að Pál sé heilan þátt, það er hérna hvernig við erum að klúðra matvælaframleiðslu. Ég messa mikið yfir, eða útskýri mína sýn, að ég var úr sveit og ég var í sveit sem grakk innsinn í hefðbundin landbúnað, þar sem er mjög mikil kjötframleiðsla og svo framvegis þetta sem þú sér þetta bara hei og við erum búin að vera að framleiða kjöt í 1000 ár til þess að lifa af og það er svo mikil synd hvað Íslendingar setja og meira sem búin að vera með ríkisstjórn þar sem að Vinstri grænir var inni að hvað við setjum lítinn pening í að efla matvælaframleiðslu, græna matvælaframleiðslu. Græna, já. Og hvað var þetta mörg prósent sem þeir setja í styrkju? Ég manna ekki, það var innan við 5% að meðan þeir setja allan peningin í kjötframleiðslu. Og meðan eru börnin okkar, flest mín börn eru grænmetisætur og ég er það alæta en mér finnst þetta synd að við skulum ekki ná lengra þarna. En áttu stundum þetta samtal við túristana og hér erum við í Dalasýslu og hér fáum við mikinn vindmyllugarð innan tíðar og... Sko vindmyllurnar trufla mig ekki mjög mikið persónulega þannig að ég er náttúrulega séðar á Spáni og svo jótast þar ekki. Ég vil bara að mér er alveg sama hvað sem það kostar. Ég vil bara búa til orku hérna til þess að efla matvæla, ég vil efna gróðurhúsa iðnaðinn. Fríðheimar er besta fyrirmyndin. Ég sýni fólki Fríðheima þar sem við verum karfa framlega 40% af tómatum sem er neitt á Íslandi, eitthvað svo leiðis. Og ég segi þarna er framtíð íslenskar garðyrkju, þetta er framtíð Íslands. Það er svona sem við ætlum að hafa þetta. Eftir kynslóð dóttur minnar eða dóttur kemst að og breytir þessu kerfi og við sópum út langafa mínum sem var svona íhalskurfur og kjötframleiðandi þóttu við elskum hann öll skiluru. Sópum út þessu dóti til þess að framleiða. Þannig að ég óttast ekki þess að sjónmengun sem þú ert kannski að í að því að ég hugsa, ég skil náttúrulega fólk sem býr einhvers staðar og það er að fara að byggja vindmyllu við hliðina, maður skilur alveg það sjónarmið, en í það heila þá held ég að það sé miklu stærra atriði til þess að rífast af hverju setjum við svona mikið í kjötframleiðslu. Okkur eru rollurnar allar lausar nú ég aldrei keyrt á rollu og aldrei langað til, þykir vænt rollur en okkur framleiðum við svona mikið á rollum og setjum svona lítinn pening í gróðurhúsin og okkur horfum ekki bara Fríðheima, okkur er ekki Fríðheimar í Reykjavík. Ég er að tala Fríðheima í Biskupstungum Reykholti. Ég fyrir bara kjaftstopp, Björn. Nei, ég er bara að hugsa. Gott. Ég tala. Nei, þess vegna bæði þið að koma ykkar. Já, ég hef alveg skoðanir á þessu og við fyrstu sýn, þegar við verum að kynna landa okkar, verðustu við Íslendingar vera eldklári í þessu. Við erum alltaf með þú veist, jarðvarmann og við erum að framleiða rafmagn og allt þetta og við erum alltaf að vera með rafmagnsbíla 28 og maður segir frá þessu, en því miður erum við bara ekki eins klára og við viljum, það kemur alltaf öðru hvoru fram í fjölmiðlum. Við erum ekki að gera jafnvel og við gætum verið að gera. Við erum bara næstu kynslóðir gera það. Þetta er ein ræðan sem ég held sko. Já. En það búið að vera mjög gaman að fá þig til þess að lýsa bæði svona starfinu
og við höfum rætt ýmislegt svona samfélagslega. Vonandi hef ég náð að fæla einhverja frá starfinu þannig að ég fá ekki enn meiri samkeppni. Já, ef ég segi sko mína eigin hlið, þá ég nú held ég aðeins nær því að taka næsta túr. Athuga hvort þetta væri gaman. Þetta gaman. En sko, lagaumhverfið þannig að maður þarf ekki að hafa tekið leiðsögumanna-próf til þess að... Nei. Er það kannski eitthvað svona rétt í lokinu sem að þú myndi vilja sjá breytingu á? Ætti þetta að vera lögverndað einhvern veginn? Það aftur margar hliðar á þessu, sko, sumir af bestu leiðsögumönnunum sem ég hef kynnst og lært af voru menntaðir og ég mæli sérstaklega með endurmenntunarstofnun. Ég hef tekið einhver námskeið þar, en hérna, eins og ég segi, ég kem inn á þetta sjálfur út frá því að vera með þessi tungumál og vera rithöfundur, þannig að mér fannst hálf hlægilegt að ég fari okkar námskeið. Þetta eins og vinkona mín sem að kláraði einhver stór próf í þjóðfræði og tók einhverja norðljósavaktir og alltaf verið að spyrja hvað ert þú með leiðsögumannapróf? Hún búin að sitja í háskóla alla sína tíð og svo framvegis og það eru margar hliðar á þessu. Þú sérð fólk með skjöldum hálsinn og kemst að því þau eru hálfvitar og svo fólk sem algjörlega brilljant, þetta bara eins og öllu. Þannig að þetta flókin mynd, en mér finnst þetta góð hugmynd hjá þeim þar sem að tala að þú verður að fara einhvers konar námskeið til þess að sanna, svona getupróf. Actually, láttu mig tala á þýsku í hálftíma, skilurðu. Ég held að það sé leiðin fram, en mér finnst vont þetta kerfi þar sem bara hver sem getur komið og borgað einhvern 500.000 og bara komið eitthvað próf. Og ég líka sé að menn taka þessi próf og gugna síðan á því að gæta. Ég veit ekki, já og nei, þú fari ekki einhlít svar þarna. Nei. En menntun náttúrulega alltaf en góða. Við erum samlað það. Ég trúði því þegar ég var yngri, svo komst ég að því að það bara til svo opaslega mikið af vondri menntun. Nú orðið. Þannig að koma svolítið það sem ég var að reyna að segja, var ekki orðarétt. Ég held við segjum að dyggðaskreita samtíman alveg vinstri hægri með því að eitthvað sé mikilvæga menntun sem sé bara algjört rugl. Ef ég var bara að segja það svona frá mínu eigin brjóstinu. Já, það er alltaf, við erum með meira prófið, það var alltaf þannig að þegar ég fór að keyra þessar smárutur og kunni ekki neitt, þurfti að læra þetta allt bara næsta mann, ég vissi ekki hvað AdBlue var að ég skilur það er einhverju svona tæknilega atriði sem að hvernig á að keyra í stormi, mann ekkert kennt það er lífsættulegt. Við verðum að gera greina hvernig á góðri menntun og bara lélegri menntun og við verðum einhvern veginn að taka umræðina, finnst mér, munin á þessu tvennu. Þetta er náttúrulega flókið, það verður bara endalaust rifrildi á Facebook. Já, við erum ágætt í því. Kæra þakki fyrir komuna. Þórarinn Leifsson, Tóti, rithöfundur, myndlistarmaður, leiðsögumaður. Takk fyrir mig. Já, þá liðið að lokum hjá okkur á þessum mánudegi hér 8. júlí. Við verðum næst í loftinu hér með rauðaborðið á miðvikudagskvöld klukkan 8. Við þökkum ykkur áhorfendum hlustun og áhorf og stuðningin. Minnum á að það hægt að fara inn á vef samstöðarinnar, samstöðin.is, fara að finna þar hnapp sem kallast áskrift, skrolla aðeins niður og við værum sem sagt ekki í loftinu frá degi til dags ef ekki nyti ykkar stuðnings. Við þökkum ykkur framlagið og þökkum ykkur samveruna. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.